Komiði sæl kæru áhörendur, í dag miðvikudagurinn 15. janúar og við erum hérna í Reykjavík International Games í rafíþróttum í Fortnite. Sjálfur heiti ég Stefán Atli og með mér að sjálfsögðu Gunnar Björn. Jú. Og Aron Fannar situr hérna í sófanum, eða skammakróknum eins og við viljum kalla það. Þetta ákveðin skipting. Já. Þú ert ekki vannur að vera þarna í sófanum. Ekki lengur. Nei, hvað gerist? Þú bara stappaði saman fótunum og tókst það á plásið. Já. Maður náttúrulega komin hérna í stóru deildina, hérna á borðið. Við sem sagt erum að fara yfir fyrirkomulagið á RIG 2025 núna og fyrsta kvöldið erum við hérna í stúdíó á Arena. Einnig verður við annað kvöldið þar og það er 22. janúar sem er til viku. Byrjum klukkan 7. Jú. Erum til klukkan 9, cirka 2 tímar og efstu 10 spilararnir, þeir komast áfram. Já. Og vitið í hverju þeir eru að keppa, þessi efstu 10 spilarar? Segðu okkur. Þeir eru að keppa í Zone Wars á sviði í Laugardalshöllinni. Það er rosalegt. Hafið þið spilað Zone Wars eða? Ég spila nokkuð sinni Zone Wars, sko. Skemmtilegt. Það er gaman. Ég fíla Battle Royale meira, sko. Já, Zone Wars er samt svona líka að því að leikurinn endar alltaf skilur í þessum æsing. Ég spilaði einu sinni Zone Wars með Gunnari og ég fannst það að gráta, sko. Mitt. Ég gati þetta ekki. Nei, ég man eftir Já. Þetta er ákveðið trikk. Þetta eru sem sagt aðeins 10 efstu spilararnir sem komast áfram og keppi í úrslitum í Zone Wars og þeir eru á sviði í Laugardalshöllinni. Svo fyrir við kannski aðeins yfir á eftir hvernig Laugardalshöllin og RIG var 2019. Já. En hérna verðlaunaféð 100.000 krónur. Það er bara Sem sagt skiptist þannig, fyrsta sæti 65, annað sæti 25 og þriðja sæti 15.000, þannig að þetta er mikið sem vinna. Já. Og þetta er mikið af svona svipuðum andlitum og í Elko-deildinni. Þetta er svona Fortnite kjarnin á Íslandi og að sjálfsögðu eru náttúrulega bara svipaði leikmenn að taka þátt í RIG og Elko-deildinni. Og þar að sögðu þá væri náttúrulega minnast á styrktaraðila kvöldsins sem er að sjálfsögðu Elko, Kia og að sjálfsögðu Lúkalúk, þetta frábæra nammi sem við kíkjum á taste test á eftir. Þetta er rosalegt, þetta Lúkalúk. Svolítið. Burger, sko. Já, þú ert með Ég hef burger. aldrei séð svona stóra burger bara sem eitthvað nammi. Galið. Nammi burger, sko, en hérna, já, og við erum svo búin að kynna inn mótið og fyrirkomulagið á því og mér finnst þetta að vera svolítið spennandi, eins og ég segi, hvernig þetta svona byrjaði einhvern veginn 2018-19 rafíþróttasennan fyrir alvöru á Íslandi. Svolítið svona með RIG 2019 og ég ætla nú ekki að fara nýtt í það í einhverjum smáatriðum, sko. Nei, ég er náttúrulega reynd að komast inn á RIG 2019, lenti í 5. sæti. Það voru topp 4 liðin sem komast áfram. Já. Ég var 5. Já, verður þetta ekki dúo-keppni? Jú, og ég mismælti mig svo mikið í þessari útsendingu og við hefum meira þess að klippa á því 2019 þegar ég er bara að bladra og fulla og við kíkjum kannski á hana eftir. Já, við getum kíkt á þessa klippi, þetta er alveg hræðilegt. Já, sko. kíkjum á hana. Kíkjum á klippina. Já. Við erum að tala um Íslandsmeistarana sjálfa. Allir að tengja sig á sama tíma. Áhörendur geta fengið tækifæri til Hvað varst að reyna að segja? Áhörðu getur fengið tækifæri. Hann var sko þannig að hann heyrði í sjálfu sér í salnum. Þannig að hann talaði og svo heyrði hann í sér einnig seka eftir á og það var að ruggla. Þetta er sko partur af vloggi sem við gerum og þú ert í vlogginu, Gunnar. Já. Þú náttúrulega gerir smá segment í vlogginu og þetta var skemmtilegt vlogg og þarna sjáum við með mér Inga Bauer og Kristján Einar. En Kristján Einar er einmitt mjög duglegur að vera að lýsa. Hann var að lýsa Counter-Strike fyrir nokkrum árum hérna. Já. Og hann sem kom svolítið á koppinn 2019, einn af þeim var náttúrulega Ólafur Hrafn Steinarsson sem er venjulega í þessu sæti hérna. Já, það er rétt. Þannig að hérna, já, þetta er búið að vera skemmtilegt. Það er svo skemmtilegt við þetta RIG 2019 að við vorum með svona stjörnustríð. Já. Þú veist hvaða stjörnur við fengum? Hvaða 4 stjörnur við fengum? Herra Hnetsmjör, Gunnar Nelson, Donny Cruz,
Steinda. Og nú Steindi og Herra búin að gera lag sem heitir Steik og Sushi og til í allt part 3. Þetta byrjaði allt saman á RIG 2019. Segir svona. Borga okkur fyrir þessu auðlýsingu? Hver? Steindi og... Já, hlýtur að vera. Já, bara senda reikning. Já. En ég maður samt þegar við vorum hann 2019. Já. Það geðveikt að sjá inn í Laugardalshöll bara svona tölvur þarna á sviðinu, fullt að kráti. Ég var svektur að hafa ekki komist inn þá. Nei. Núna ég bara búin að færa mig upp og ætla að lýsa, þannig ég þarf ekkert að keppa og reyna að komast inn. Ég ánægður með því að vera að lýsa bara upp á stóra sviðinu í Laugardalshöllina. Þetta alvöru bara move up, sko. Já. Og talandi það, þá bara hvet ég alltaf til að mæta þetta í Laugardalshöllina og kynna sér málið á náttúrulega bara... 2005 kl. 1. Já, 2005 kl. 1 og kynna sér málið bara inn á vefsíðu rafíþróttir.is. Já. Og að því sögðu, þá langar mig til þess að fara yfir... svolítið svona kynna nokkra áhugaverða leikmenn sem eru skráðir í mótið. Já. Og eins og ég sagði áðan, þá þetta svolítið svona svipaði leikmenn og eru búin að vera að keppa í Elko-deildinni. Já, við könnumst við nöfnin. Við þekkjum þessu nöfn og hefum heyrt talað það áður. Ég ætla að byrja á Sindra Pappa. Ég man ekki eftir honum í Elko-deildinni. Hann með setu og 3 i-um, heitir Sindri Pappi. Okay. Hann 19 ára, búin að vera að spila Fortnite í smá tíma og það eitthvað meira skemmtilegt sem við getum sagt einum Gunnar. Jú, hann hefur tekið nokkra pásur. Spurning okkar hann hefur tekið pásur eins og ég hef tekið nokkra pásur. Og hann hefur áhuga á bílum, þannig að ætla hann sé að vinna sig lenda á stöðum þar sem eru bílar nálægt. Hann hefur sjúklegan áhuga á bílum og hann háður því Þetta lýsingur á sem ég glemdi. Sjúklegan. Sjúklega góð. Það ekkert svo var hann ekki smá. Hann sikli. Þessi bíla áhuga hans að skila honum öðru sæti í kvartmílu. Já, með maður. Fyrsta árið hans að keppa. Hann yngsta barn og hann kann ekkert annað en hefur í góðu skap. Það enda rosalegt og áhugin byrjar 3 ára. Já, á bílum. Hvaða bíl lét hann vera svona sjúklega áhugan? Hvað var hann gamall? 3 ára. Nei, hvað hann gamall? Núna? Já. 4 ára. Nei, hann 19 ára. Hann 19 ára? Já, Sindri Pappi. Kannski hann pappi í alvörunni. 16 ár sem hann búin að vera sjúklegan áhuga. Kannski á hann okkur börn, Ég á lóðbað, það hundur sem ég á, þannig ég tækla hann sér hundapappi, Já, það tekur enginn frá þér. Við skulum ekki vera að bera saman að eiga hund og eiga barn, Kemur eini pappin en Já, það var þetta hrein. Já, þú ert með einn. Það ekkert meira óþúlandi heldur en ég segja kannski er upp með krakkan, veikur eða eitthvað. Já, þetta er hundur minn. Það langar mig að gefa hægri krók, Þið gerir svona svipað, gefa borða, sofa. Láta hann kúka, taka upp kúkinn, skipta. Voða svipað. Ok. Bílastöð. Ok, en strákar, fyrst að hann hefur svona mikið áhuga á bílum hann Sindri, langar mig til að kasta upp í alveg óundirbúnu spurningu. Uppáhaldsbílið einhvernar? Mitsubishi 3 GT 92 árgerð. Já. Kia náttúrulega frábæri bílar, líka. Já, en það ekki uppáhaldsbílið minn. Nei. Veistu hvernig bíl það er? Sem þú sagðir? Já. Hvað sagðir þú? Mitsubishi? 3 GT 92 árgerð. Já, hann, já. Rauður. Já, hann, já. En þinn, Aron? Hvað 4 dekk og stýri? Framhjóladrifin. En þinn, Aron? Minn? Já. Ég nú ekki mikið bílakarl, 8 aðeins marga. Ég var alltaf bara svo þegar Audi. Já. Ég hallast á Tesla. Ég átti Kia Ceed, Já, classic. Geggjaður. Ég núna á Outlander. Geggjaður líka. Mitsubishi, já. En næsti leikmaður, Bjarki Panda. En eins og ég kallaði hann fyrstu 3-4 tímabilin hérna í Elko var Bjarki Bangsi, Af því að þetta er eins og Bangsa emoji. Hann gaf þig síðan bara lestur. Já, hann sagði bara, þetta er actually ekki Bangsi, þetta er Panda. Já. Og við ætlum að fá það hérna upp á skjáðun eftir örskamma stund. Þú getur kannski sagt okkur eitthvað aðeins hann Gunnar. Jú, þetta er 18 ára nemi í MR. Hann útskrifast í vor og var elstur 4 systkina. Já. Hann í þjálfurinn Björgunsveitinni. Pældi, hann góður að finna fólk. Þetta hlýtur að skila sér í Fortnite. Já, líka bara hlýtur að vera með umhverfið sitt. Já. Þú veist, hann með strategíuna í það bara, týndum maður í fjalli, við finnum. Akkurat. Það er spurning hvort að hann verið hættulegur í squats. Duos. Hlýtur að vera. Já. Hann hefur æft 5 íþróttir. Fótbolta, handbolta, borðtennis, golf og frjálsar. Og hann vann á Landsspítalanum. Hvað hefur hann ekki gert? Hann hefur unnið rafíþróttum út Samfés, ekki einu sinni. Ekki tvisvar.
ekki 3 svar, heldur 4 sinnum. Og hvað skora að telja. Og svo heldur hann með einhverju liði þarna í ensku sem að, Já, það held ég. besta lið í Premier League á toppnum og Champions League, sko. Já, þetta hann Bjarki Panda. Liverpool. Hvað heldur þú ekki með liði í 13. sætið? Sko, hann byrjaði að spila 2017 í desember og þá var Chapter 1 Season 2. Það var svipun tíma og ég byrjaði líka að spila. Síðastur, en alls ekki sístur. Þessi búin að svoleiðis sitja löppina niður. Sko, það var frétt hann á MBL bara Denas trónir á toppnum, sko. Denas 13, sigurvegari Elko-deildarinnar. Það sko, við þurfum alltaf sko að segja eitthvað hann, þegar áhörendur hafa trekk í trekk séðan með frábær tilþrifið á skjánum. Áhörendur hafa séð okkur taka viðtal við hann. Áhörendur geta lesið hann á MBL. Við þurfum að nörfa hann. Ásamt náttúrulega öðru skemmtur, hvað segirðu? Já, ásamt náttúrulega skemmtilegu viðtali við mig og það sem svona mynda mér og Gunnari sem tekið þessu sófa, sem svolítið skemmtilegt. Þú og Denas eru báðir búin að fá frétt á MBL. Og ekki gleyma Aroni. Já, Aron líka. Hvað mín? Já, þú ert með mér á myndinni á hinni. Ég með. Já, sko, hann heitir Denas 13 í Fortnite og þetta sturlu staðurinn, þannig að spenni sætispeltin, kæra áhörendur. Hann sigraði Elko-deildina með 13 stigum. Og hann skýrði þessi Denas 13 áður en hann sigraði Elko-deildina með 13 stigum, þannig að þetta svona svolítið örlögin að tala. Og hann var að keppa í Norðurlandameistaramóti í Sundi í byrjun desember. Hann syndir venjulega nokkra kílómetra fyrir leiki. Það hlýtur bara að vera að það sé lykillinn. Það ekki? Hann á toppnu núna í Elko-deildinni sem fór á stað núna síðasta mánudag. Og sigraði Elko-deildina 2024. Syndi hann fyrir leik, Aron? Heldur þú það? Ég alltaf að tala ekki með hann, ég held það. Já, við þurfum eitthvað að skoða, prófa að synda bara. Ég þarf að synda fyrir næsta mánudag. Þú drukknar. Sko, og svo erum við náttúrulega að kynna þessa leikmenn inn og það náttúrulega eins og ég segi, það frétt hérna sem heitir bara Denas aftur beint á toppinn, þú veist. Þessi drengur, hann sko, ég hitt hann hérna þegar við vorum á loka kvöldinu í rafíþróttunum hérna upp í Arena. Og hann var bara gaman að sjá þig, við tókum selfie og ég var bara gaur, þú ert bara frábær, það svona rísandi vonastjörnu í rafíþróttunum á Íslandi. Hvor heldur að hafa verið að taka selfie með, hvor? Bara báðir, sko. Já, það var að taka með þér þú honum. Já, basically, sko. En fyrirkomulagið í leiknum, það bara nákvæmlega sama og það var í Elko-deildinni, þannig að þú veist, ef þú vinnur leik, þá færðu 25 stig. Jú, það rétt. Og ef þú fær fellu, þá færðu 2 stig. Og svo, eins og ég segi, fyrsta sæti 25 stig, svo lækkar það alltaf bara eftir hvort sæti öðru, þriðja, upp í eitthvað svona 10. sæti. Spurning hvort þau getur fengið bara upp á skjáin? Já, það mjög góð spurning. Við náttúrulega erum með þennan frábæra pródúser. Já. Besta í leiknum. Hann náttúrulega, þegar maður talar Óla Hrafn og rafíþróttir, þá talar maður líka Atla og rafíþróttir, því að þeir eru svona, það svona mikið fólk á bak við tjöldin, sko. Þótt að Ólafur sé vissulega í sviðsljósinu, sko. Það er rétt. Eins og við sjáum hérna, fella 2 stig, fyrsta sæti 25 stig, annars sæti 18 stig, þriðja sæti 15 stig, 4. til 7. sæti 10 stig, 7. til 10. sæti 5 stig, 11. til 15. sæti 3 stig, 16. til 20. sæti einungis 1 stig. En, þetta náttúrulega bara þessi 2 miðvikudagar, núna í dag og næst eftir viku til að komast í topp 10 og eiga sensa að komast í Laugardalshöll 2005. Já, og gaman og skilji minnast á það, þá langar mér að segja að það eru bara hátt í 30 leikmenn sem að fara að keppa þetta í kvöld. Það minnst kosti yfir 30 sem eru skráðir og kannski vonandi komast til langt flestir, stundum forfallast fólk að einhverjum ástæðum eða kemst ekki inn í leiki eða þetta á spóni. Jú, þú þekkir eitt það. Við þekkjum það, að deyja á spóni. Það gerist, en maður gefst ekki upp. Fyrir áhörendur sem ekki vita, þá þessi ákveðni Gunnar að keppa í Elko-deildinni og ég var búinn að spá topp 3, topp 5, þetta dúómót og ég bara veit að það nóg eftir. Já, þetta eru 4 umferðir, fyrsta umferðin, 0 stig. Ég náttúrulega sá þetta og þetta bara nákvæmlega sem ég held að gera. Þú átt eftir að lendi í topp 3 eða topp 5. Ég segi það og skrifa staðfesti hér með. Aron, hvað gerur ef ég lendi í topp 3? Hvað ætlaðu að gera? Já. Hvað vilja þú gera? Ég ætla að borða í sokk. Ég veit, það nú heilsuspillandi, sko. Er það? Það lítur að vera.
hljótum að geta fengið eitthvað sokka nammi frá Lúkalúk. Ég skal tattúera lamaðið á kálvan á mér ef þú lendir í top 3. Í alvöru? Já. Þetta er til einn í útsendingu. Aron Fannar ætlar að flúra Fortnite lamað. Hversu stórt? 10 cm, 5 cm? Random.org upp í 100 cm. Já, bara 10. 10 cm? 10 cm lama? Skulum handseka núna. Ok. Hver kemur til hvers? Ég er að fara til Aron. Já. Það sést samt ekki í stream. Ég er ekki vanið að sitja, sko. Ég ætla að nýta þess að ég get, sko. Top 3. Allir að klippi þetta eða þau eru með að klippa á Twitch. Þannig að, já, þetta er svolítið skemmtilegt. Og eins og ég sagði áðan, þá er þátturinn í boði Elko, Kia og Lúkalúk. Og mér langaði að smakka svona party mix. Fun mix of candies, bara svona upp á gaman. Ég er mikill sælgætisgrís og Jesus Christ. Ætlaðu þú að smakka burgerinn? Já. Ég ætla Hvað er þetta? Þetta eru núðlur. Er þetta núðlur? Lúkka fárlega vel, svona eins og hlaupormar. Lúkka. Mér langar að smakka burgerinn líka, sko. Já, ekki það. Mér langar þetta alveg smá að smakka þessu núðlur. Við splittað einum. Ok. Wow. Þetta er bara full-size burger. Það er ekki laugardagur, sko. Ég veit að við þurfum að fara sparlega með þetta. Þetta er rosalegt. Alltaf séu títur svona með núðlunum. Herðu. Hvað? Wow. Þetta er bara svona. Wow. Þetta er alveg spennandi nammi. Þetta er svona? Ef ég væri að borða nammi, sem ég náttúrulega borða stundum, þá myndum mér finnast þetta mjög spennandi. Ok, svo væntanlega, þetta eru 1, 2, 3, þetta eru 4 tegundar gúmmí. Kannski vantar brauðið hérna neðst. Þetta á greinlega að vera brauð. Við ætlum bara að taka, þetta er bara kál. Bara taka bitar núna. Tómatsósa. Já, ég ætla bara að taka bita. Það var chunk. Það er hægt. Ert þú að smakka þetta líka, Aron? Ég er með núðlupakka hérna. Já. Ok. Þetta er alls konar tegundur af gúmmí. Hvað er besta gúmmið? Hún veit það ekki. Þessar núðlur lúkka ekkert eðlilega vel, sko. Herðu. Hvað er agnúru með þessu? Þetta er rísa biti. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Já. Þetta er já? Já. Veitu, hvað er þetta rauðið í þessu? Hvar? Það er svona rautt inn í núðlunum. Ég vil ekki. Já, eða ykkur langar eitthvað spennandi nammi, þá mælum við með þessu. Mitt persónulega uppáhaldsnammi er einmitt gúmmí. Já, það ekki. Ég fíla gúmmí. Þú heitir líka gúmmí. Ég er bara að vera smjatt í allt kvöld. Já, það ekki. Ég heiti Gúmmíbjörn. Ég smakka þetta í auglýsingarhlíðinu eftir. En já, þannig að við erum sem sagt búnir að kynna stigagjöfin á leikreglunar. En mér langar aðeins að tala um Fortnite við ykkur strákar, þar sem þetta er Fortnite útsending. Og það voru stórar fréttir að gerast í Fortnite heiminum, / íslensku tónlistasinni, en þið hafi allir heyrt lagið Hefur verið verri. Þar syngur herran Heitusmjör Seld upp hörpu á 2 mín. Líður eins og Laufey Lín. Þar er hann að tala um þess að Laufey Lín. Og Laufey Lín, söngkonan okkar allra besta íslenska, sem við höfum selt plötur og streymt fyrir milljónir. Já. Hún var að fá sinn eigin Fortnite dans og lag eftir sig í Fortnite. Það er rosalegt. Og vitið þið hvað ég gerði Íslandingurinn sem ég er? Hvað? Ég keypti dansinn. Þú keyptir hann? Já. Ég er bara komin í nammi, sko. Þetta er sigubúða, sko. En já, það er rosalegt. Það hlýtur nú að vera ágætis tekjur sem maður fær fyrir að vera með sinn eigin dans í Fortnite. Sko, Laufey náttúrulega, hún er ekkert mikið fyrir að veita íslensku fjölmiðlum viðtöl, sko. Nei. Það væri rosalega gaman bara... Fá hann hérna í Elko-deildina? Fá eitthvað til þess að spurja hana, Laufey, hvað fékkstu fyrir peningana sem frúin í Hamborg gaf þér? Þú veist, hvað fékkstu mikið pening frá Epic Games fyrir þetta? Ætli þetta sé ekki svona prósentudíl? Heldur þetta sé ein greiðsla? Ég held að þetta sé bland af prósentudíl og ein greiðslu. Okay. Ég myndi giska að hún hafi fengið AMK, 1M ESK til 4M ESK. Heldur hún fengið 4 milljónir íslenskar? Spinning bars. Sær það? Heldur þessi meira eða minna? Ég held
þetta sé meira. En svo Snoop, hann var með sitt eigið skinn, hann var sko með sitt skinn og svo var gefins jólaskinn í hérna Winterfest. Hvað heldur hann hafi fengið fyrir það? 20 ESK? Snoop Dogg. 50 milljónir ESK. Eitthvað rosalega Hann mikið. fekk skriljón peninga. Ég keypti Snoop Dogg skinnið. Já, þú hefur keypt ansi mörg skinn. Ég var örugglega svona 200-300 skinn í Fortnite, sko. Já. Ha? Já. Hvað heldur þú að búin að eða miklu í Fortnite? Ég kaupi Battle Passin og vinn mér hann innskinn. Nei, Laufi var ekki í Battle Passinu. Ég búin að eyða ekki meira. Veistu það? Ég held að þessi í kringum 40 kall á 6 ára tímabil. Nei, það er fyrir. Ég held að það sé nær innborgun og íbúð, sko. Já, þetta er 1 mánaða greiðsla. Já, ég held að. Er 200 plus? Þetta er í kringum 40.000, ég var að reikna þetta daginn. Okay. Þetta fer ekki yfir 50, sko. Nei, Já. Þú segir það. En sko, eins og ég segi, þú veist, þetta er svo skemmtilegur leikur og það er svo mikla breytingar í Fortnite og sérstaklega þegar þú ert í svona competitive leik eins og Fortnite, það var alltaf að breytast. Já. Og eins og núna það voru bílar og svo svona umræða hvort það myndi vera shockwaves eða ekki og hægt að ráða sér NPC með gulli og svona, þú veist. Mér finnst það rosalega skemmtilegt, þar sem að ég er að lenda núna á þessari eyju, þá er ég að lenda á hérna akrinum sem er svona litrikur og ég fæ mér NPC sem að pingar fólk sem er nálagt og svo reynir ég líka að drepa NPC-in, fella NPC-in til þess að fá metalíðuna sem að hérna gefur mér ping við fellu, sko. Mér finnst svo gott að vita hvar hinn leikmennir eru og þessi strategi hefur alveg skilað mér sigri oftar en einu sinni og oftar en tvisvar, sko. Strategía mín núna er að lenda hjá Slurpvan instantly fá 100 shield. Það gekk vel. Það gekk rosalega vel, við náðum við ekki og dóum strax. Spana er alltaf á sama stað, eða svipuðum. Þeir spóna alltaf á sama stað. Þeir eru bara bílar. 100% guaranteed. Já. Af því að þú veist eins og með kistur, þær eru stundum að spana á svona mismunandi stöðum og svona. Nei, þeir gera, slörparnir eru alltaf á sínum stað. Einmitt. Og einmitt talandi um þessa strategíu, DNS hefur verið með þessa svipuðu strategíu alltaf og það er spurning hvort hann sé að taka strategíunu sínu úr elkodildinu og yfirfara þeirna á rigg-móti, sko. Já, þannig að þú heldur að hann sé bara að fara að koma hérna inn og... Hann var samt alveg aggressífur á mánudaginn, sko. Já, hann með einhver, já. Ég held það, þetta eru ekki margir leikir til að komast í topp 10. Nefnilega. Núna þarf maður svolítið að gefa í. Þannig að það er spurning hvort við sjáum fólk bara vera reyna að fá eins mikið að fellum að hægt er. Hvernig það, ég og Óli tölum á mánudaginn og nú er dýrt að eiga slæmt kvöld. Já. Nú átti þú slæmt kvöld. Já. Ertu með eitthvað ákveðið strategi sem kom tilbaka eða ætlarðu bara að keyra? Ég ætla að keyra. Bara að keyra? Já. Ok, ég segja hvað ég gerði. Sko málið er, ég var ekki með skinni mitt. Já, það er krúsjál, sko. Já, við ætlum að vera ekki að fyndnir, vera vassgaurinn, sem er svona chunky. Og lenda slörptök, það er svolítið. Lenda slörptök, ná í svona vassdrast til að vera með á bakinu, vera fyndnir. Nei, ég skipti beint yfir úr því skinni í World Cup skinni sem ég var. Þú veist að þú var að fyndin hérna, alvarleikur nýjar á eyjunni, sko. Já. Þetta er ákveðin strategi og eins og Bjarki til dæmis, við þekkjum hvað hann er búinn að vera að gera og hann mun örugglega gera mjög svipað í elkodildinu og hann hefur verið að gera hérna, hann mun örugglega gera svipað í rigg og hann er búinn að gera í elkodildinu, sko. Já. Og þú heldur að þú sjáir hann í topp 10? Sko, ég held að Bjarki og Denas verið í topp 10, alveg hygglust. Vistu með Denas? Denas, sko, þú veist, hann er að keppa einn á Norðurlandsmeistari móti í sundi og þetta er náttúrulega bara, sko, já. Getum við ekki fengið að sjá Denas spila Fortnite í sundlaug? Það er 2026 goals. Þú veist, Aron, myndið þú ekki horfa á þannig stream eða? Hann er bara í sundlaug að spila. Það lítur að finna það útlaust því. Já, það hljómar spennandi, en hérna, þú veist, eins og þú ert að segja með strategíuna, þú veist, að lenda þarna á slörptrökk og ég er að segja ráðan NPC, þú veist, ég held að leikmennir, eins og ég spila svolítið zero builds og ég er ekkert sérstaklega vanur þessu buildsmóti en ég tók reyndar svona 5-6 buildsleikjum daginn og vann þá bara alla 3 í röðu og eitthvað, en hérna, mér finnst það svo skemmtilegt, sko, þú veist, þetta 500 cap er í, hérna, núna í chapter 6. Svo getur þú farið bara í eitthvað sem heitir OG Fortnite. Þá ertu komið 999
kapp á materials. Já, ég skil þið. Og Það er, já. þú veist, það er þessi mót, mér er svo skemmtilegt að við séum með sko valmöguleikann að fara í Reloads, Chapter 6, OG Fortnite og svo er komið nýr leikur sem heitir Ballistic inn í Fortnite. Nei, ekki gleyma Lego. Og Lego, já. Ertu búin að prófa Ballistic eða? Nei, ég er ekki búin að prófa það. Ég er ekki jú, ég prófaði Lego. Og það er náttúrulega Rocket League líka. Já, Bíla. Já. Við erum akkurat í rafíþrótturum með Rocket League, sko. Já. En ég væri rosalega til í, sko, þetta OG Fortnite. Þú veist, eða væri ekkert svona mót sem að væri verið að halda OG Fortnite mót, sko, í OG Fortnite. Já, það var bara geðveikt að gera það. Og ég er alveg svolítið spenntur sko að sjá hvort að, þú veist, Chapter 1, Season 1, svo kemur þú veist, Chapter 2, Chapter 3. En þeir halda samt sömu moving mechanics, þú getur sprintað, hlaupið og hoppað, svo nýlega komið í Chapter 6, þú getur tekið tilhlaup og hoppað lengra. Já. Þú múin að prófa það? Já, ég er búin að prófa það. Það er gott. Gott movement sko. Já. Og eins og ég sagði, ég ætla nú ekki að vera að tala einnig allt kvöld þetta blessaða NBL-viðtal, en þar sagði ég Fortnite er eitt besti tölvuleikur sem gerður hefur verið, punktur. Það er mín skoðun, það er til bara á riti í blaði, sko. Já, þetta er á netinu. Já, þannig að þetta er bara mín skoðun. Já, þú mátt hafa þínu skoðun. Já, og ég segi, ég vona að þú sér sammála mér, sko. Þetta sé besti leikur sem er búið til æfinni. Já, meðan betri. Meðan betri, já, ég get alveg sett hann þar. Allan daginn. En hvað, jú. Ég segi það ekki bara. Jú. Ég held nú að, nú erum það byrjað 4 mínútur ég við sjáum rútuna fara að fljúa yfir eyjuna föðru, þannig að við förum að setja okkur í stellingar. Kæra áhundur, mér skilst að leikmenni séu að gera sig klára, það er allt svona einhvern veginn að smella. Nú er fólki bara heima bara, ég er til í fyrsta leik, sjá hvernig þetta gerist, hver er að fara að enda í topp 10, fyrsta. Já, þetta eru, þú veist, 2 leikir á kvöldi, 2 kvöld, þetta eru 4 leikir og topp 10 á 4 leikjum, þeir eru að fara í þetta Zone Wars í Laugardalshöllinni. Það er cool. Þú veist, að vera að spila á stóra sviðinu á Laugardalshöllinni, þú veist, eins og við sáum áðan. Það er grjóthart. Gífurleg pressa hjá leikmönnunum og lýsendunum náttúrulega, að mismæla sig að vera illa mitt enn sjálfur. Já. Þú veist. Sá lýsendum. Gíf mig á breyk, sko. Ég segi svona. Þetta er bara, jú. Við ætlum þess að fá að sjá klippun einu sinni enn, þannig að sem er gott lúk. Já. Við erum að tala um Íslandsmeistarana sjálfa. Allir að tengja sig á sama tíma. Áhörundur geta fengið tækifæri það. Ok, byrju, hvernig er það? Já, þeir geta fengið tækifæri. Alveg svakalegt. Ég var í salnum þarna. Þetta er ekki bara það sem að, þú veist, það heyrðist alveg meira, sko. Já, svo var eitthvað gæi sem að vann og ég sagði vitlaust nafn á honum og eitthvað. Þetta var gott, þetta var mjög gott. Allt og gott, það er þetta að sjá þetta. Þetta var eitthvað vlogg sem við Ingi gerðum þetta, sko. Jú. Ice Cold. Jú. Ice Cold. Það þemalag, sko. Það er gott. Það er spurning hvort að koma Ice Cold vlogg fyrir núna, Rick. Ég efa það. Þú voru að ringja Inga og spyrja hann. Ok. Já, en hversu klikka væri að vera bara með í staðin fyrir, þú veist, eins og Ice Cold svona sungið, bara svona elskodeildin, bara eins og Ice Cold sungið, það væri geggjað kúl. Þú náttúrulega bjóst til Fortnite-lagið fyrir elskodeildina. Já, sem er alltaf að spila mínútu fyrir útsendingu og þeirra að koma LMs og í hvað kallast þetta? Þetta kallast já, svona, þegar við erum að horfa á það sem var búið að gerast, endursýningar. Endursýningar, já. Þú veist, við erum að tala þetta er eitt vinsælasta Fortnite-lag á Íslandi. Já, Rigg 2019 endurtakar sig. Já. Ég segi svona. Og spurning hvort að elkodeild, Rigg fái sitt eigið lag, mögulega. Já, Rigg-lagið. Já. Fyrir laugardag. Ég meina, þú ert mjög góður að prodúsa líka, sem ekki glemma því. Þannig að ég kasta boltanum yfir til þín. Já, Rigg-lag á leiðinni. Rigg-lag á leiðinni. Það getur vel verið. Það ekki? Já, fólk verður að bíða og sjá. Sjá og bíða. Nú erum við að tala um það mínúta í fyrsta leik. Við erum að tala um það, minn kæri Gunnar Björn. Hvernig líður þér í sætinu mínu? Mér líður illa. Nú? Nei, mér líður ágætlega. Mér finnst gaman að vera í sófanum. Já. En þetta er þinn staður. Ég veit það. Ég líka fann svona að þú varst eitthvað... Þú veist, þegar þú rispa á borðið þá verið brjálaður. Já, það er alltaf seint. Fannstu hvað?
Ég fann svona þegar ég var að hérna spjalla og hafa ekki gaman, þú stóðst upp og fóst. Já, sko, þið veitir náttúrulega hvernig þetta er. Ég sagði náttúrulega yfir sófanum þegar ég sé náttúrulega bara strax sýningan og hugsa strax bara Sól slær sigri á Vog. Ég mæti. Já, jú. Þannig ég tek því bara sem ég fæ. Jú, en við vissulega höfum þið ekki með 25. aðalkvöldið. Nei. Spurning hvort að vera ykkur gestakynnir þá, eitthvað svona þekktur kannski, eitthvað svona Það er að segja að ég sé ekki þekktur. Hann er risalýsandi. Ég er ekkert að, ég er bara að tala almennt, sko. Þetta er byrjað aftur. En já, ég veit ekki, hver er staðan á rútunni? Þannig að... Hann er að fylla á. Ok, glæsilegt. Þarna, já, við erum alveg... Það þarf að fylla tankinn og... Já, við erum æspennt. Ekki íta svona eftir rútubílstjórnum. Nei, en er þið ekki duglegir að íta á B og þakka rútubílstjórnum? Jú, ég þakka alltaf. Ég er ekki eftir hann er bara í vinnunni, sko. Nákvæmlega. Og þú veist... Hann keyrir bara næri fólk og fer yfir eigin og kastar einn niður. Þarna erum við að tala um rútuna, sko. Ansans, þetta er byrjað. En við ætlum að horfa hérna á hann í sjónvarpinu í smá áður en við skiptum alveg yfir þetta. Hérna erum við með Gabba Hills, hann er eitthvað skemmtilegt skinn. Þetta er þessi skógur hérna, Night Shift, og þegar þú lendir í honum þá kemur nótt í mappinu. Oh, damn. Hefurðu prófað það? Nei, ég hef ekki prófað. Nei. Það er gaman. Og hérna, já, ég er bara fáránlega til í þetta. Fyrsti leikur og já. Áhorfendur heima, þetta er að gerast. Eftir smá sjáum við hver sigrar fyrsta leikinn. Já. Þannig að bara, já, við sjáum hann Gabba Hills slæta hérna niður. Það er vatn hérna að bryggja, þú veist, hann er með engin materials eins og staðinu núna. Nei, hann er ekki lendur. Það eru rosa erfitt að safna material að sjálfsögðu 28 leikmenn. Nei. Í staði hátt í 30, það eru 28, greinlega einhverju 2-3 sem að komast ekki. Dennis er... Hann er bara að slaka á. AFK. Ætla að synda. Herru, já, hérna sjáum við Dennis. Hann er strax komið með 1 minipot. Hann er með þessa bláu SMG sem ég er persónulega mjög hrifinn af. Hann er með Oni shotgun sem hann er að fara að droppa. Hérna erum við með NLE Frost 68 sem er með 1 AR og shotgun. Hann á eftir að taka Big Pot og er að sækja sér sverðið. En þetta sverðið mitt lætur mann hlaupa hraðar. Já, ég efast hann muni halda sverðinu. Heldur hann muni ekki skipta það út, eða? Ég held ekki. Heldur hann muni halda sverðinu? Gaga Gugu. Hann er minn maður. Nú, Var hann Jelko eða? Já. Ég held hann héti Gugu Gaga. Gaga Gugu. Þetta er Gaga Gugu. Hann er ekki með nóg gull til að kaupa þessar NPC, sé ég. Strax komið slatta mats, er að farma hérna fullu og er orðin 100-100. Já. 1 fallinn. 1 fallinn. Sjáðu hver það var? Nei. Já. Hérna, já. Við sjáum hérna, sjáum að hann er með 108 steina sem, já, nota sverðið. Ég er mikið fyrir að nota sverðið. Hann sér Anno X Eva. Hann er þetta sér hann ekki, en hann veit hann er þarna, hann heyrir okkur í honum. Hann er þetta fyrir neðan. Hann er bara að nota byssunum síðan til að brjóta veggi í staðan fyrir að vera nálægt. Herru, hann er að fela sig í runnanum. Herru. Gaga Gugu sér Anno og hvað gerist? Hann byggir vegg og þak yfir hann. Anno er low. Æjæjæjæjæj. Gaga tekur, já. Sjáum. Hann þarf að hitta. Gaga Gugu. Hvað er Gaga Gugu að gera? Já, hann fellir hérna Anno X Eva. Gaga Gugu kom með eina fellu. 26 leikmenn eftir. Fylgjumst áfram með Gabba Hills. Halda okkur á tánum. Já. Gabbi Hills í hillinu. Jú. Er að fá átti skot við hægri Hann gæti verið döð. Nei. Herra, hann er með þessa fínu grímu sem teleporta sig og sjálfsögðu er hann að taka Big Potið sinn. Hann er með 3 bild. Þetta er ekki búið, sko. Þetta er góð gríma, sko. Nei, þetta... Hann er í vesinni. Nei, hann er með 3 bild, hann er að spara þau. Hann verður að fara að nota. Hann gefst ekki upp. 10 HP, byggja Gabbi. Ég túta mig, sjáu þið Gabba. Hérna sjáum við bara hvaða leikmenn eru tilbúinir að leggja undir til að halda sér á lífi í rigg. Já, við sjáum að hann er komið splash, svolítið heppinn að fá smá splash. Og svo notar hann sverðið til þess að flýja. Hann er svolítið á endanum á sónunu, alveg út í hotni á eiginni. Og fær fleiri skotfæri þarna og miklu fleiri matt í þessu tvíi þarna. Og við sjáum að hann er alveg komið 12 matt hérna. Og fyrsti hringurinn er náttúrulega bara kominn. Það eru 11 hringir eftir. Hérna er aftur Gabbi. Það væri kannski gaman að sjá hvort að Dennis væri í einhverju fæti fyrst að hann svona sigraði Elko-deildina og svona
Hann ekkert mikið í því svona snemma leiks. Nei, þú náttúrulega þekkir þinn mann. Það sé ekki bara safna. Jú. Ég er svo tilbúinn. Jú, hann á eftir að koma sterkur inn í Tekur nú 10 í endgame. Já, ég held að. Hann fann medkit þannig að hann bjargaði sig. Býtu, MMS. Þannig kallinn sem ég er svolítið hrifinn af, sko. Já, þetta er svona svettskinn. Nei, ég er að tala hérna vasskallinn. Já. Sprætin. Já, sprætið. Ef þú setur þetta spræt í stræni eins og hann er að gera, þá getur þú fengið svona kort og þú tegur kortið upp, þá hílar þú þegar þú ert í vatni. Já, ok. Skemmtileg starrend. Vissirðu það, Gunnar? Nei. Nú veit ég það. Hann var hílar í vatni. Ef þú tekur vindsprætinn og setur það inn í stræni, þá farið kort sem að gefa, sérðu kortið þarna, hann pikkar það upp. Já. Þá hílar hann í vatni. Og ef þú setur vindsprætinn inn í, þá farið kort sem að lætu þig hlaupa hraðar. Strákar, ég er með stóra breytir. Hvað? Nammið lýs í myrkri. Ha? What? Það getur verið gott fyrir því. Lúka. Það er eitthvað next level formúlu hérna. Lýsir í myrkri. Þetta er FJÖ, Bjarki Panda. Þetta er fjölskyldu Bjarki. Eða viljum skýra hann kannski Bjarki Bánsi. Falcon Emil er alveg gott nafn. Er einhver að horfa á Gotham? Gotham? Falcon, það er villan í Gotham. Já, ertu að menna The Penguin eða? Já, það er einn þeirra. Já. Síðan heitir einn Falcon. Já. Spurning hvort hann sé... Mikið fyrir það. Herru, við sjáum hann er með 6 mínipotta, hann er með 2 medkit, hann er með þetta sverð og ég verð að segja að ég fíla, það eru 2 tegundir af AR eða AR-riflum. Mér finnst þessi AR með skópinu miklu betri heldur en hinn sem er ekki með skópinu. Hann er bara, ég man ekki hvað það kallast alveg, 100% sko. Já, ég sammála, mér finnst þessi sem er með Red Dot betri sko. Já, hann er eiginlega bara töluvert betri sko. Hunting rifle-in sko. Já, það? Já, hann er orðinn erfiðari, það er meira... Besta leiknum. Hann var ekki í byrjun á seasoninu, en nú er hann alltaf inn kominn sko. Hann er kominn með meira sko, byssukúlurinn að droppa meira. Þannig að það er erfiðara að miða. Sé tvöfald af Dölf, það eru 15 leikmenn eftir og hann er með 100 build. Þannig að spurning hvort að hann taki fjóruðu fellu leikarins. Ég er hunting rifle líka kompetitiv. Já. Og hann er ekkert á mánudaginn sko. Hann er rare sko. Það er spurning. Ok, hvor er að fara að taka þetta? Gagagugu eða C200 Dölf? Er Gagagugu að fara að fá sína aðra fellu? Núna mætti Dölf kasta einum kalli niður. Já, hanna Gagagugu nota splushinn sko. Hann er bara farinn Gaga. Hann vildi ekki taka hana bara það hann flúði sko. Já. Ágætis ákvörðun. Það þarf þetta ekkert. Ágætis ákvörðun, já. Þetta er óþarfi. Svo sagði Aron ekki vera að taka þessa bardaga. Nei. Því ég er klár strákur. Já. Sjáum hann er bara í vatninu, það er svolítið erfitt að berjast í vatninu. Þannig að já, hann er að brjóta og hann er alveg komast upp í 50 materials, eða 50 build sko. Þannig já. Þið áttuð ekki láta mig byrja að borða lammi strákar. Ekki mér heldur sko. Já. Ég búið með pakkan sko. Já, og sko við sjáum það, hann er með hvað, 50 mats, eða sko 50 build, hann er með 250 mats og hámarkið mats í þessu er 499 sem er frekar lítið ef þú spyrir mig. Og eins og vorum að tala um á hann, það var meira í OG Fortnite. Hann er líka búinn að vera að fæta, hefur ekki mitt hatt færi á það samna. Samt alveg slatta, hann mætti vera með meira stál. Herru, sjáum þá. Þeir eru mættir aftur. Þetta er klassísku buildfight þar sem þeir byggja þak og þrýning. Sjáum hann hlaða, hann er tilbúinn í þetta. Hann er með byssuna sem er með skópinu. Gagagugu verðist vera bara frekar rólur á því. Já, hann er svona... Hann fékk skotfæri, misti á því, brýtur vegginn hans og þakið og tekur út P2. Hann er komið 2 fellur. Ég held að Gagagugu gæti verið bara frekar ofalega á
stigatöflunni í kvöld, sko. Já, það virtist vera mjög yfirvegaður. Chris Dó með 2 Einfalt Fortnite. Já. Chris Dó með 2 setum. Herru, talandi nammið, sko. Ég að vaða í burgerum aftur og aftur. Ég dottinn í það. Þetta rosalega gott nammi, sko. Þannig að, hérna... Já, við sjáum hann byrjuð, þetta verið með 10 svona sprætkalla? Já. What? Það búið að breyta eitthvað, þegar síðast var bara að vera með 3 eða eitthvað. 10 svona sprætkallar svolítið gott, sko. Það mjög gott, sko. Það þarf að nerfa þetta eitthvað. Ég sendi e-mail. Já. Quiz og greinilega búinn að sópa upp hérna. Já, sjáum að hann með eina fellu. Og hérna sjáum hérna hann með, eins og ég segi, hann með þessa fínu AR-byssu, hann með nóga skotum, 472 skot. Kristó eiginlega bara stakt. Þú veist, hvað þarf hann meira? Ekki neitt. Herru, fjólublá. Þetta heitir held ég Hollow Twister og hinn heitir eitthvað annað. En hérna, já, hérna, það er bara þannig. Emil hérna, engin fella. Hann er þetta bara með gráa shotgun, en hann er með 14 eftir í þessari teleport-grími. Þannig að... Já, og sjáum hérna 142, hann er með skemmtilegan pilkæks, þetta er svona stjarn á eitthvað bleikt. Herru, Bjarki Panda hættir við að fara í fight við Vaton 23. Það verðist allir vera að koma með grímuna. Já, gríman er svolítið... Hún er krúsjál. Svolítið OP, sko. Já. Ert þú ekki að sammála því, Jú, hún er góð, sko. Jú. Ég myndi örugglega alltaf spila með hana, ég geti. Já, gríman er svolítið góð, sko. En stundir flækist hún fyrir manni, sko. En vissulega góð svona stink í leiknum, sko. Já, og hérna Vaton með 31 HP eftir, hann er með no heals en hann þarf að fá tíma til þess að nota þau og hann svo sannarlega hefur tíma til þess að nota þennan minipot og teleporta sig hann í burtu, vill ekki taka fætinn við Gagagugu sem er með alveg 2 fellur. Við sjáum það eru 21 leikmaður eftir af þessum 28 og já, Vaton er tekst að híla og flýja á lestastöðin. Herru. Gugu Gaga lætur hann svona ekki í friði. Og Gugu Gaga er komið 2 fellur og gæti verið að nælast fyrir 3. fellunum sína. Já. Hjá Vaton 23. Hann er með sömu strategi að brjóta þetta alltaf eins og þessum klassísku buildfætum að brjóta þrýtningar og setja sin eigin þrýtning. Getur sett 30 efni niður. Sjáu hvað hann er samt yfirvegaður. Hann er ekki eins og stressaður. Mjög yfirvegaður. Svona á að gera þetta. Hann kann að edita, sko. Ég spáði honum alveg í topp 3, sko. Já, fáum þetta fallega drónarskot inn á strákunum. Hann er að klára eða allt materiál. Steffen er samt að lauma sér hann að hægra með við. Já. Gæti farið að smyrja á Gugu. Gæti farið að third party eins og við segjum. Drónin flýgur hérna alveg. Herðu, Vaton er mjög low. Vaton getur búinn að segja þetta síðasta í fyrsta leik. Rigg. Gagagugu kom með 3 fellur hér í Rigg. Rigg hérna. Eins og stendur hérna Elko-deildin, þetta er náttúrulega alltaf mann í bóði Elko og Kia og að sjálfsögðu Lukka-Lukk. Hann er með fjólubláa shotgun, 151 skot, max ammo eiginlega bara í þessum Hollow Twister rifli og 15 í teleport grímunu sinni. Gagagugu aðeins búinn að stimpla sig inn hérna í fyrsta leiknum. Hann er búinn að stimpla sig inn. Hann er ekkert að grínast. Nei, þetta er klárlega efnilegur leikmaður og við munum örugglega fjalla hann ef hann svaraði spurningalistunum á næsta miðvikudag, en sjáum hvernig hann tekur Emil. Er þetta gæðin sem hétt Elko-deild Emil? Sá sami, já. Já, þetta er Elko-deild Emil. Býtu, hvað gerir hann? Hann teleportar sig. Hann sér hann. Fólk er ekkert mikið að leyfa... Hann sér hann er í runnan, hann heldur hann sé í runnanum, sko. Hann er búinn að missa sjónránum, Gagagugu. Og hann er næstuð max stál. Hann þarf bara við og steina til þess að tryggja sér full material eins og við sækjumst eftir hérna í Fortnite. Og eins og ég segi, hef sagt og skrifað áður, besti tölvuleikur sem gerður hefur verið.
Já. En það er bara mitt persónulega mat, það er ekki að endurspegla mat þjóðarinnar. Nei. En ef þið hafa aðra skoðun, þá er svo skoðun. Já. Nefndu mér annan leik sem er betur en Fortnite. Herru, eyjan er komin sem er sem sagt, ef þú fellir NPC-in á þessari eyju, þá farið rosalega góða metalíu sem að lætur þið vera ósýnilega. En það er mjög erfitt að fella NPC-in á þessari eyju. Og þess vegna væri gaman að skipta yfir ef það er eitthvað að reyna það og Sigmar er að reyna það. Hann er L2R2, líklega vittlun í PlayStation. Sælir! Ef honum tekst að fella hennan NPC, þá er hann kominn með bestu metalíun í leiknum sem lætur hann vera ósýnilegan þegar hann hleypur. Ef hann er með sverði með því, þá getur hann hlaupið mjög langt og verið ósýnilegur þegar hann hleypur mjög hratt, sko. En þessi NPC, hann er nú ekkert lamb að leika sig við. Hann skýtur 3 eldkúlum og hann droppar líka eftir góð eldbyssu. Ég finnst eldbyssan vera fyrir eitthvað góð í zero builds, en hún er ekki eftir góð í build það því að buildin blokka eldbyssunum svolítið mikið. Þess að við sjáum. Þið veitir hvað Sigmar gerði á mánudaginn síðan það ekki? Rifjaði upp fyrir okkur. Liðsfélagi hann komst ekki inn og hann spilaði Já, í þriðja sæti. Alveg rétt, það er hart. Hann er í öðru sæti held ég. Réðan NPC, sjáum hérna Bjarkapöndu. Herru, já. Og hann tekur Sebba mjög lágt niður. Sebbi er ruglinu. Byggir hérna fínustu byggingar, hann er með nóg, hann er með 500 wood, sko, hann er stakt af wood og hann er næstu fullur af stáli líka og er með hann fína bláa holotvister. Það er farin að færast hit í leikinn. Við erum komið 5 hringi af 12 og það eru 19 leikmenn eftir. Bjarki er ekkert að fara að sleppa honum núna. Já, Bjarki er fyrstur í fellu sem að gefa honum 2 stig, sko. Og leið og við erum kominir í, sko topp, þú veist. Því ofar sem það munar hvert sæti fyrir stigin. Það er náttúrulega 25 stig fyrir fyrsta sæti og svo eru 18 stig fyrir annað sæti. Þannig að gífurlegu munur á stigafjölda að vinna. Það er líka, þú veist, í svona 30 manna lobby, fellum er ekkert gefins. Það er rétt. Nei. Og það er, sko, þú ert með eitthvað sem heitir, þetta heitir sem sagt, við erum með 4 leiki og það er hægt að fá takmarkaða fellur í þessum 4 leikum. Já. Og eins og ég segi, hvert placement skiptir máli. Þetta er í rauninu bara hvað? Það eru 30 spilarar, 29 fellur í hverjum leik. Max. Sem er max þetta ná, ef hún er öllum. Mjög ólíklegt. Sebbi Carpenter, spurning hvort hann sé að vísa í Sabrinu Carpenter eða ekki. Hún er annars frábær tónlistakona. Bjarki Panda er að kampa þarna bara inn í bildinu sínu og er að edita alltaf að sjá í gegnum það. Gunnsi B getur ná 29 föllum. Ha? Ég sagði Gunnsi B getur ná 29 föllum. Já, lettilega. Ég veit ekki allir ég er að lýsa. Nei. 29 fellum? Já. Já. Ég held ég hef mest náður 12 fellum í leik, sko. Já, það er með því? Já, 12 eða 13. En þitt, Gunnar? Ég held að mitt er 20. Allana. Ok. Er mitt hærra en þitt? Já, fyrir löngu, sko. Sjáum, herru, hann er með Earth-sprite þarna sem hann getur gefið loot og fengið legendary loot í staðinn, hann tekur ekki eftir því. Alltaf komið... Herru, Emil, Elgótleitt Emil eða Falcon Emil eins og við köllum hann. Hann er á móti Jensínu. Er að byggja sig ágætlega og nær að hýla með, hann er með fullt á svona fiskum, 3 svona fiska. Þessir eru góðir, sko. Já, hvað gefa þér mikið, 50 eða 60? 40. Já, það er mjög fínt. Það er kampfæri líka að hann skildist þurfa White Heel og við sjáum það. Núna er hringurinn ansi lítill. Hann er freka lítill. 19 spilar eftir. Það var alltaf pláss fyrir þessa leikmenn. Sjáum að hann er með hvað? Spurning hvort að Emil ætla að fara á svæðið sem er að opnast í hringnum. Mér sýnist það. Eignast þið það svona aðeins. Hann getur byggt 105 veggi eða loft eða þrýtninga eftir hvað hann kýs. Hann á bara eina hauskúpu eftir. Já, til þess að travela í hérna, til að teleporta sig með grímunni. Já. Tekur hann að 3 mínja sem er gott call. Og fer síðan bara. Það eru Jensína, engin fella, nóa materials. Eru allir að fara að vera bara í turnunum sínum að gera ekki neitt eða hvernig á þetta? Í bili, já, held ég. Já, þetta er svona mid-gameið. Allir að koma svo vel fyrir og gera sér tilbúin fyrir næstu zón. Ætlum við sjáum eitthvað trú og mæta svona í endgamein, svo Jensínu Demas. Það var enda gott. Já. Herru, NL Frost, hver er að taka hann niður? Frost er í ruglunu, hann er 1 HP. Býtu, eru að sjá Gugu Gaga fá 4. fellunum sína? Frosti þarf aðeins að rífa sig upp, sko.
Herðu, hann er með medkit sem hann er að fara að nota. Já. Gagagugu er mjög aggressífur á hann. Já, Hann fer í vörn, snýr vörn í sók. Nú þarf hann að taka hann að kalla upp á kastanum aftur, helst strax. Hann fer bara út úr kassanum og sælir. Teleportaði sig í burtu. Það er nú ekki margir staðir sem hægt er að fara á þegar endgame er orðið svona. Nei, vont að þurfa út í þarna. Það er einhvern veginn að sleppa, sóni fyrir lengst. Við erum að tala um að næstu allir þurfa að fara á stað. Já, þetta er mjög Skemmtilegt són fyrir okkur að horfa á. Já, þetta verður krefjandi sko. Það er 19 eftir núna, hvað ætlum við að sjá marga þegar búið að loka næsta sóni? Ég segi svona, kannski Kristó er eini sem kom. 10. Næsti Kristó er að komast inn, nei. Þetta er eins og segir, þetta er svona svipuð nöfn. Já, þú heldur að vera 10 eftir, það er sem strax komnir 5 inn í sónið. Kannski var þetta léttara en við heldum. Það er náttúrulega allir með þessa grímu, geta bara kasta grímunu á flóið. Já, gríman er mjög góð sko. Hann er Víkingur Kisa. Kári eitthvað að reyna að horfa í gegnum veggi eða hvað er þetta? Það er náttúrulega hægt að sjá svona smá í gegn. Hann er með hvað, gull shotgun. Þessi shotgun er meira eins og pumpan, það er eiginlega 2 eða 3 tegundir af shotgun. Þessi shotgun skýtur bara 4 skotum, meðan hinn skýtur 12, þannig að ég fíla betur að geta verið með 12 og þurfa að hlaða sjaldnar á milli. En á móti færið minna damage. Það er verið að skemma hérna vegginu hjá Sindra Carpenter. Sjáum Stephen Baha vera að teleporta sig, Kristó þarna. Það eru Sigmar, engin fella. Nei, Frost 68, hveður fyrsta leikinn. Kristó með setu, tekur hann Kristó. Sjáum hérna King Kjúla. Mér finnst King Kjúli geggjana. Hann er með sverð, algjörlega OP og hann er ósynlegur. Sigmar er tók. King Kjúli með sverðið, er sverðið vörð? Ég veit ekki með þetta sverð. Sigmar er ósynlegur þegar hann sprintar. Var að krátsa eða sprinta, muniði medalíuna eða? Sprintar. Já, sprintar. Nei, ég held að sverð sé ekki gott að hafa núna sko. Það er gott ef þú ert með laust pláss fyrir það, bara svona upp á að hlaupa hraðar. Hefur það ekki í þessu lobby? Nei, ekki núna. Hvort myndið þið velja sverðið eða grímuna? Grímuna. Grímuna allan daginn, sverðið er, ég veit ekki með sverðið sko. Hann er Kristó. Sóli aftur að fara hann lengst í burtu. Kristó teleporti sig hann áfram, missi líf í staðinn. Þess að komið nær. Sigmar er aftastur. Hann þarf að fara að hreyfa sig. Hann er með 14 eftir í grímuna, hann er bara grímuna. Hann er tilbúinn með grímuna bara. Það eru 14 leikmenn eftir. Fólk er ekkert að taka max reynsi á þessari grímu. Nei. Þeir stoppa bara og fara alltaf strax á stað. Óþolumæði. Sjáum sko að... Spurning hvort einhver ætla að taka geysinn. Já, það er mjög gott. Fallegt drónaskot í boði framlýst. Ertu það ekki bara að spreyja þig niður í geysinu? Sko það er svo margir að nota þessa grímu að þú í raun og veru gæti bara að labba þetta. Það er enginn að fylgjast með það. Herru, Dennis 13 með 2 fellur. Hann á kannski eftir enda ofalega, kannski ekki. Við sjáum að byggja fallegt virki hérna. Hann er bara með blátt lútdeila, ekkert mikið svona... Þarf ekki meira. Nei, þú segir það. Gagagugu er í vesinni. 20 AP. Dennis gæti verið að fara að næla sér í svona 3. fellu. Er að koma sér vel fyrir. Bý til risa turd hérna. Hann á bara 130 builds eftir. Það er snöggur að fara hérna upp og niður. Já, hann er strax fyrir 100 p. Nú er hann með maxið. Fer aftur upp í pleysið. Hann er 200 HP. Það er bara svo að vera. Spurning hvort að reyna að taka high ground. Ef ég þekki rétt, þá mun hann líklegast. Kristó komið með hann að... Hann er alltaf mættur upp. Komin upp. Já, Kristó með setu. Sjáum við sýnist að þetta séu rétt 11 leikmenn, 10 leikmenn eftir. Nú fellur hérna hver og einn. Hver á fætur öðrum. Kristó með setu með 3 fellur. Tekur hann gappa, sjáum hvað gerist hérna í beinni útsendingu á Reykjavík International Games í Fortnite. Gabbi Hills kemst Jensína í bullinu. Jensína fallin. Kristó tekur hana. 9 leikmenn eftir og Kristó á móti Kristó. Kristó með setu með high groundin. Kristó fyrir neðan. Kristó með high groundið. Bjarki Panda. Hringurinn er að þrengjast. Hann á bara 117 builds eftir. Kristó ætlar að fara niður síns mér. Hann fer niður en strax byggir upp. Hann er komið fremst. 9 leikmenn eftir, 9 hringi búnir. Það er mjög þröngur hringur. Og hringurinn byrjar að þrengjast eftir þessu 2 sekúndur.
Já, það engin pása núna, þetta alltaf gerast, 8 spilarar, þessir hérna, ef þeir halda þessu áfram, þá eru þeir búin til tryggjast hér. Topp 10. Nú fara stíðin að telja, sko. Þetta gæti verið þeir sem við sjáum á laugardaginn 25. Leikmenn eftir. Kristó, já, Stephen Baha. Hérna Denas 13 með 2 fellur. Já, Denas. Hann að fara að taka 1 eða 2 fellur í hann, eins og hann gerir venjulega. Hann geti alveg verið í rugglum. Denas 13 trónir á toppnum á eftir deildinni. Það er einhvern veginn að kasta sér inn. Kristó er bara alltaf með high ground. Kristó með setið með rosalega high ground. Svo honum einum það er einhver að koma. Kristó, fylgir parti hæla Kristó. Tekur dón, komið 4 fellur. Þægilegt hjá Kristó. Bjarki Panda í rugglinu. Kristó getur verið að næðast í aðra fellu. Kristó gæti verið að næðast. Bjarki nær einhvern veginn að vera hann á bakvið. Já, 5 fellur hjá Kristó. Denas er fallin líka. 3 leikmenn eftir. Sigmar, Kristó með setu og Kristó. Báði Kristó. Ég sé ekki hver fyrir þið sko. Jú, Kristó. Herðu, hann er ósýnilegur hann Sigmar þegar hann hleypur sko. Þannig að það er kostur. Vel gert hjá Kristó en það fer aðeins inn í sóni til þess að geta tengt við bygginguna sem nú þegar var. Kastar niður sprætunum. Kristó með setur með 5 fellur. Tekur hann Kristó. Kristó á móti Kristó. Kristó. Kristó tekur Kristó með setur þá bara Kristó og Sigmar eftir. Sigmar getur verið ósýnilegur. Það sjálfsögum. Spurning hvernig Kristó vill spila þetta. Ætlar hann að taka upp gæjan aftur? Já, hann tekur hann upp. Hann með 9 svona. Fær fellu. Hvað kastar hann ekki aftur? Missir smá líf í storminum. Sigmar er með fullt HP þannig að hann hefur tækt með sig yfirhöndina en Kristó með high groundinn. Kristó skýtur á Sigmar. Og sigurvegarinn í fyrsta leiknum af 4 í undankeppni rigg fyrir stóra svið á Laugardalshöllinni er Sigmar er að teleporta upp á Kristó. Engin annar heldur en annarkvort Kristó eða Sigmar og það er Kristó sem að tekur Lúkalúk Victory Royale. Sjáu þetta? Þetta er góð. Kristó, hvað? 4 fellur? Sko. Þetta er þægilegt. Ég ætla að segja ykkur eitthvað strákar. Hvað er hann með þá? Má sjá. Sko. 33 stig. Já, kæru áhorfendur, þetta var fyrsti leikurinn af 4. Við erum með 2 leiki hérna í kvöld og hérna sjáum við Kristó dansa sigurdansinn. Hann hefði kannski getað tekið laufidansinn eða eitthvað svoleiðis eins og við vorum að tala um áðan. En við ætlum bara að hafa þetta mjög stutt. Þetta var æsispennandi-leikur. Þetta var rosalega leikur. Eftir örskamma stund þá komum við aftur. Þannig að við ætlum að senda í auglýsingar og strax aftur komum við tilbaka með stigatöfluna, ræðum leikinn, sjáum svona replays og svona. Þannig að ekki fara langt og við ætlum að kíkja í smá auglýsingar. Sjáumst þetta smá. Wait, is he switching lanes? Við setjum við 5 fellur, tekur hann Kristó móti Kristó. Kristó við setjum þá bara Kristó og Sigmar eftir.
Jú, komiði aftur, sæl og blessuð kæra áhörendur. Þetta var æsispennandi fyrsti leikur af 4 í rygg og eins og ég segi, þá eru 2 leikir í kvöld og 2 leikir eftir viku og svo endum við á 10 manna Zone Wars í Laugardalshöllinni 25. eftir 10 daga. Já, sem verður gaman bara að koma og horfa á. Bara Já, sjá ég hvet alla til að mæta á staðinn. Já, bara koma og sjá stemminguna og Já, akkurat. bara, við verðum þarna. Eru þið að fara að lýsa Upp á sviði. upp á sviði? Já, já. Já, þú meinar. Eitthvað svoleiðis. Þú náttúrulega kemst ekki á það. Nei. Er ekki hægt að senda krakkan eitthvað að þú kemur? Ekki setja svona pressu á mannin í beinni útsendingu. Það er hægt að skoða það. Já. Sko, og eins og við segjum, þá erum við hérna á Reykjavík International Games í rafíþróttinni Fortnite og fyrsta kvöldið erum við hérna í Studio Arena. Annað kvöld eftir viku verðum við aftur í Studio Arena milli 7 og svona cirka 9 Mhm.
og svo 25. janúar verðum við hérna með 10 eftir spilarana. Þetta ekkert mikið. Og þú veist hvað verðlaunafé í heildina er. Þetta 100 skall. Fyrsta sæti 65.000. Annars sæti 30. 25.000. Já, ég kannski bæti 5.000. Og þriðja sæti 15. Já. Þannig að þú sér það að það er til mikils að vinna. Já. Og þið sjáum það hérna iCrystal. Sko, já. Frekar öruggur. Að komast áfram. Frekar öruggur í fyrsta leiknum og sigrar. Já, í fyrsta leiknum, já. Við sáum þessa klassísku topp 5, topp 10 spilara. Sigmar, iCrystal, Kristó með setu. DNA statlat út í, topp 7, Aron, eitthvað svo leis? Já, það ekki. Jú, eitthvað svona, cirka. Þetta eru nöfn sem við höfum séð. Þú veist, þeir sem eru búin að vera að fylgjast með elskodeildinni og þau sem eru búin að fylgjast með elskodeildinni, þau bara það sem getur verið gaman við Rigg, akkurat, er að við erum alltaf að sjá þess að sömu sem komast lengst. Þannig að við erum að sjá þá vera í þessum loka bardum, það sem er þrengsta sónið og allir lenda voni í öllum. Það er einmitt það sem við erum að fara að keppa í. Topp 10 bara. Það er bara seinasti kaplinn. Bara Zone Wars. Akkurat. Þannig að það er bara mjög spennandi. Og líka, það er ekkert eitthvað, erum við að fara að bíða eftir eitthvað gerist. Það er alltaf gerast strax. Nákvæmlega. Það er svolítið þannig með þetta og hérna, þetta er búið að vera mjög spennandi fyrsti leikur og ég, eins og ég segi, mjög spenntur að sjá hvort að DNS eða iCrystal eða Kristó sé að fara að taka þetta. Það er bara, ég meina, einhver af þeim sem er búin að vera á toppnum í elskodeildinni er mjög líklega að fara að taka þetta. En það er samt ekki hægt að fullur það. Nei. Spyrum allir að leikslokum. Þetta er ekkert sami leikurinn. Spyrum að leikslokum. Zone Wars, það er bara, þú færð allar þær byssur sem þú þarft. Þú ert með eins mikið byggingarefni og þú þarft. Bara byrja allir jafnir. Þetta er ekki eitthvað að lenda og lúta sig upp og þessi fekk þessa byssu. En þetta er miklu meira bara svona, ok, hverjir eru bara bestir í loka partinum? Byrja allir með sögum byssunar, eða? Já. Ég myndi halda það. Ok. Og síðan er bara go. Síðan bara næsta umferð. Veit þið hvað verið margar í lokakvöldinu? Margar umferðir? Já. Heyrst hefur þetta verið allan að 10. Já, ég meina, sjálfsög hlýtur að vera 10. En hérna, sko, já, og allir þessi topp spilarar, við skilst sko að við getum fengið að sjá replays bara á næstu mínútum. Gugu Gaga var hættilegur í núna leiknum, snemma, en hann svo fjall því miður. En því miður, þá heyrist mér að við séum ekki að fara að sjá replays. Má heyra? Já, byrju, það er eitthvað skilabóð að koma einn eirinn sem segir fáum ekki replays. Það er engin replays, þannig að fólki heima, þið þurfum bara að muna sem gerist. Já. Sem talaði það. Lokiði bara augunum, ímyndu ykkur aftur svona skeiði. Sáum Gugu Gaga byrja snemma með keysluna. Sko, Gugu Gaga var með 4-5 fellur. Já, 4 fellur. Menn voru mikið með þessa sprites, þessa bláu kalla. Já. Og þú kannski haldið á 10 af þeim. 10 er svolítið mikið. Hann gefið 50 shield eða líf. Strax. Og svo hægt að rólega. Nei, instantly 30. Instantly 30 og svo fer hann upp. Eitthvað slútt. Svo 50, já. Þessi tæknilegu smáatriði skiptar svo ekki svo miklu máli. Nei, hann er góður. Já. 10 þannig er alveg rosalega mikið. Ég held að fólk fara að halda því. Ég tók líka eftir því. Ég sá engan spilara halda á vindspreitinu sem að þetta fljúi. Það er bara vatn, vindur og eldur, það ekki? Nei, það er engin eldur. Það er bara vatn og vindur og svo er Earth Sprite. Og þú gefur Earth Sprite lút, þá gefur hann Legendary lút í staðinn. Ég hef aldrei séð Earth Sprite. Hann er mjög rare. Ég held að hann sé heldur ekki competitive. Hann er mjög rare. Og ég held líka að vindspriten sé ekkert, þú veist. Mér sýndist nú einn leikmenn fara fram hjá honum. Vindspritin er nefnilega þannig, þú kastar hann niður og þú flýgur, þú getur náði hann aftur. Nei, og hann er líka, þú vilt ekkert endur vera fljúandi í þessu lobby, skilur, þú ert bara að sprayja hann niður. Hann er bara svona, ef þú vilt komast eitthvað bara núna, bara að kasta honum hérna. Mögulega þá í mid-game, skilur. Já. En alls ekki eins og í endgame, sem tala um hérna geysirinn hana. Já. Það er bara death trap, sko. Já. En þið sjáu það, kæru áhörður, að við erum komið stigatöflu. iCrystal með 4 fellur, 1 sigur og 33 stig. Fast á hans hæla er Kristó með setu með 5 fellur, 25 stig. Og Sigmar, L2R2, með 3 fellur og 24 stig. Hann fór upp á eyjuna. DNS hefur aldrei séðst svona neðarlega með 14 í 4. Það er svolítið rétt, þið verða að afsaka Við erum bara að missa Stefán. Stefán er hóstandi hérna, en já, Steffen, Baha, 14, Fjölskyldu Bjarki er með 12,
En það sem ég að taka eftir hérna, topp 10 eru 5 stig. Þetta eru 2,5 fella. Samt að fá að leiðir þetta er nú ekki fjölskyldubjargi, þetta er Fjölnir. Okay. Þetta er að sjálfsögðu fjölskyldu Bjarki Bangsi eða er þetta Fjölnir Bjarki Bangsi, það hljóma fárlega vel. Er þetta Fjölnir Bjarki Panda? Kári Gunnarsson og Falcon Emil, Rafik Pikul. Þetta eru placement points að vera svona ofalega og þið sjáu til dæmis að Sigurmanni sem ég segi að lenda á eiginu, vera ósýnilegur, það skila honum 3. sætinu. Ok, það eru 3 leikir eftir. Já. Við erum að horfa á topp 10. sætið með 5 stig. Þú veist, þetta er aldrei búið. Nei, alls ekki. Ég myndi ekkert hætta núna. Þú hættir ekkert, þetta er bara búið. Já, Bara halda út þegar áfram. Og eins og ég tölum við þó að svo kannski ekki fara að vinna þetta í síðastleikunum, það er bara alltaf markmitt að vera bara ofan þú ert. Já. Algjörlega. Það er bara svoleiðis og þið sjáu hérna, já, að þetta er staðan. Mjög gott að fá stigatöfluna. Ég hefur raun og verið ekkert meir þessa stigatöflu að segja nema ég veit að hún mun breytast. En hvernig hún mun breytast veit ég ekki. Nei. En, já. Það er samt, já, eins og segjum. Við höfum séð þessu nöfn áður. Og eins og maður segir alltaf með Denas, hann er náttúrulega búinn að vera að synda á fullu, þannig að synda hann fyrir hennar leik. Kannski ekki nóg, fyrst hann var bara í 4. sæti. Við náttúrulega erum að binda mikla voni við hann þegar hann sigraði Elkholtsdeildinni í fyrra. Já. Og er á toppnum núna. Og er á toppnum núna, þannig að hann er svona, hvað kallast þetta? Þegar menn er á toppnum og þurfa svona að verja titilinn, sko. Hún er bara kallt á toppnum. Já. Hann þarf að verja titil. Allt á toppnum hjá hann, sko. Það er fórspark. En það kæmi mér ekkert óvart að eftir seinni leik hérna þá er allir Denas á toppnum, sko. Nei, alls ekki, sko. Við myndum ekkert missa okkur hérna ef hann væri á toppnum eftir leik 2. Ég fær ekki áfall. Nei, við þurftum ekki að fá aðstóð. Ég þarf nú kannski bara eitthvað aðstóð út af þessum flesta hósta, sko. Ég veit ekki, núlega kenni ykkur á borðið, strákar. Já. Erum við ekki standa ykkur nógu vel, eða? Jú. Það er svona eins og við erum hóstandi og svona. Já. Það er takkið hana. Já. Sem þú getur bara ítt á, tekið gott hóstakastið og vilta. Já, ítt á hann, Stefán. Já, þetta er veitings. Það er nefnilega, eins og ég ætla að segja, ég var að koma ykkur veikindum og svona, en að sjálfsög tókst mér að mæta. Það voru að íta á rauðatakan. Já. Sko, vissulega er Aron ekki vanur að sitja hann í sófann eins og við sjáum hann, kæru áhörnundur. Hann er vanalega standandi, er vanalega sitjandi. Já, þetta er fráhugavert. Fyrsta útsendingin af Elkholtsdeildinni, þá var ég þarna, Ólafur Hrafn þarna og ég held að Aron hefur verið í sófann. Já, það er eina skipt sem ég var í sófanum. Já, svo vann hann sig upp. Þetta er í fyrsta skipti sem hann vinnur sig niður. Sparkaði ykkur frá þá. Já. Ég minnist alveg þess að hafa séð Aron áður í sófanum með okkur, sko, eins og lokakvöldinu og eitthvað. Nei. Já, kannski bara... Nei, lokakvöldinu var ég hérna. Erum við að tala um það bara næsta miðvikudag, þá erum við kannski bara allir í sófanum? Ég til. Það væri gott, já. Kósí að sitja líka. Já. Þá er ég alveg læknaður sem hósta, sko. Já. Ekki komið við nammi fram þá, maður. Nei. Já, og eins og ég segi að hann tók skemmtilegan dans þarna í endan þegar hann sigraði þetta Æ Kristó og þá sagði ég að það hefði verið gott ef hann hefði tekið laufið dansinn, sko. Já. Svona smá bandir hjá mér, sko. Þú vilt fá helst þessa íslensku tengingu inn í Fortnite? Sko, ég veit ekki, kannski... Ég held að ef Stefán fengi að ráða það væri eigin bara Vestmannaeyjar. Það væri frekar cool, sko. Spætaninu lundar. Það er aldrei að fara að gerast en það væri ógeðslega cool eða kæmi eitthvað steinda og er net með skinn í Fortnite, sko. Já. Það er aldrei að fara að gerast en, maður veit ekki. Þyrfti þetta ekki að vera... Svona lokal. Lokal bara? Já, er bara á ekki eitt sem er með skinn í Fortnite sem sagði einu sinni aldrei að sé aldrei? Hver var það? Er ekki Bíberi með? Nei. Ariana Grande með skinn. Það eru allir konum með skinn, líðið mér. Akkur eru við ekki með skinn? Nákvæmlega. Áttu þér upp á alls skinn, Aron, í sófanum? Mér finnst alltaf ógeðslega gaman að rocka bara default. Já. Það er statement, sko. Ég er með Plague Doctor. Já, það er fínt skinn. Mér finnst gott að vera... Dögt skinn? Já. Mér finnst gott að vera skinn sem er svona í litum sem að fellur inn í umhverfið. Þá fellir svolítið inn í umhverfið. En mér skilst það að rútan sé að fara á stað. Þannig að við fáum að sjá rútuna bara eftir örskamastund fljúa yfir eyjuna. Já, spurning hvernig top 10 endar eftir. Já, og líka bara hvernig ringurinn áttur enda. Og heyri þetta? Ég heyri. Þetta er svo gott ljóð. Gott ljóð. Rútan sjálf. Dísilvel, Bláa rútan. Munið þegar Tfue byggur til sína eigin, Battle Bus. Já. Classic. Já, gott. Ég held að
Logan Paul hafi líka gert það á eitthvað. Hann gerði það líka. Classic. Kári Gunnarsson, við höfum nú ekki séð mikið á honum í Rík, en nú fáum við að sjá svolítið á honum. Fljúa niður og já, drónaskotun í síðasta leik alveg frábær, þannig að spenntur fyrir því. 27 leikmenn núna. Það er einn greinilega sem hefur hætt. Já, eða bara kannski, þú veist, bara komst ekki inn í leik mögulega, já, það geti verið. Já, eða bara gafstu. Gæti alveg hafa gefist upp. Aldrei gefstu? Nei, aldrei gefstu. Kristó, með setið dottin út. Ha? Kristó. Með setið? Hann fjall. Nei. Jú. Hvað meinur við? Hvað meina ég? 26 á 27 eftir. Hann var fyrsta fellan. Var hann ekki í öðru? Eða fyrsta? Ég hörðu, það er fyrst, það er komið fella. Velkomnir á jörðina, strákar. Hann var að falla núna. Herðu, já, ég veit þetta er hann var í fyrsta. Taka slurptrökkin og legendary chest. Og svona með hvað, Catwoman skin eða eitthvað svoleiðis. NLF frá 6. Og denast líka. Hættu. Kristó, hvað er að gerast? F.O. skipið í toilet. Þú veist að fokkast. Þetta er hérna í hotninu. Denast hvað? Fallin. What? Það dreifur til tíðinda á Rick. Þetta er eitthvað. Akkur er að missa af þessu? Sko, NLF Frost. Þú ert ekki að fylgjast með. Já, gleraugun á borðinu. Gleraugun. Sástu þetta þarna? Í hotninu. DNS fallin, 3 fallinir. Þarna, DNS, Kristó með setu, skipið í toilet. Þetta er eitthvað. Þetta eru stór nöfn, sko. Hvernig? Talandi skipið í toilet, þá er komið skipið í toilet í Fortnite Store. En það var að minnst fyrir nokkrum dögum eða vikum. Sáðu þið það? Þetta segir mér bara það að DNS getur dáið á spawn. Hann getur fallið. Eitthvað hefur svona gest, sko, því að hann hefur annarkvæmt dáið og fall damage eða laggað. Kannski netið hans eitthvað liðt. En hann disconnect. Það er svona eins og hann hefði fellt sjálf á sig. Nú. Kannski þarf hann bara 3 leiki. Já, það er líka bara, kannski mjögulega bara 1 sem hann getur fellt. Það er náttúrulega í örlíkengum, það er hann sjálfur. Já. Herðu, tvöfaldaf, Östrún A, Jan, á móti Jóhanni. Og hann er búinn að gera Jóhann mjög lótt, tekur hann út. Jóhann, JG er fallinn. Fær þessa fínu grímu. Hann er enda bara með 14 skot í SMG-inu sínu. Gagagugu mættur aftur til leiks. Er hann að fara að fá svona fyrstu fellu. Taka niður Kára Gunnarsson. Spyrjum að leikslokum. Sverðið að koma sér vel fyrir... Þetta er öðruvísi sverð. Fíla líka skýra sér bara fullu nafni. Kára Gunnarsson. Hann ætti að vera með kenntalinn líka. Hefur þið sá símanúmer. Herðu, hann er mjög low. Akkur hætti hann? Hann ætlaði alltaf. Þetta er ekki sama sverð sem ég nota alltaf. Þeir eru að búið að bæta sinni leikir síðan ég spilaði síðan. Spurning hvort hann viti af honum Gugu Gaga ef hann er Gaga Gugu ef hann... Spurning hvort að Kári geti tekið hann út og háði turntables. Kári er greinilega að fá líf í vatninu. Hann er greinilega með vatnssprætt, sko. Fær max held ég 50 shield eða 75 shield eftir. Það er reyndar vissulega mjög gott. Þetta vatnssprætt gefur henni bara gott kart. Bara safna spjöldum í Fortnite. Það skiptir máli svona cards. Það er alveg nóg af... Það er modalþaks eða? Veitu, Hann ákveður að vera með fjólublá SMG í staðinn fyrir EIA. Það er ákveðið val. Já. Já, veist, er hann ekki bara að fara að boxfighta? Sástu hvað hann með mikið eftir að skota? Nei, þetta er bara ákvörðun, þetta er bara hans spilastíl. Jú. Og hann fær bara að hafa hann í friði. Ég er ekki hér til að dæma. Ég er náttúrulega Gunnarsson eins og ég. Jú. Nefnum bara með einu S-i. Gætu verið bræður. Gunnar. Svona. Já. Hann er ekki Gunnars. Nei, sjáum að hann, herðu, tvöfaldaf Östrún A. Jan með eina fellu. 22 leikmenn eftir þegar einungis örfáar mínútur eru búnar af öðrum leiknum í rig af 4. Hann er með Omni shotgun. Fílið þið Omni shotgun? Nei, mér finnst hann ekki góð. Nei. Ég fíla hann alls. Er ekki góð upp á það. Ég var að spila eitthvað realistic svona bardaga. Já. Og var með hana. Ég fórstu bara stríð. Já. Var með að spila realistic í Fortnite. Og ég var með þessa hana sem er með 2 skotum. Og hann var að spila á móti mig með pumpuna sem er með 4. Ó. Og það endaði alltaf þannig að ég þurfti að hlaða. Og var bara, þú veist, ég gat ekki eins og hlaða. Bróðið minn fílar þessa byssu sko, og þessu Omni. Herru, þetta er Ghostil DHT-fær. Nei, er þetta Ghost? Þetta er Ghost. Nei! Herru, fellu fyrir Gugu Gaga. Við erum að tala með þetta örgulega einn af bestu hjólabretta
gæjum á landinu. Ef þetta er svo sami. Já, þetta er hann. Gaga Gugu kastar hérna niður sprætinu. Þetta var Ghost Gills DNT. Getur haldið á 10 sprætum. Já, hann er besti hjólabrettasgæi á landinu. Ok. Eða þú veist, það er allavega hægt að rífast það. Hvort hann sé það. Hvað er hann í BFH eða BFR eða eitthvað? Bréttafélag Hafnarfjarðar? Þetta er bara þetta Ghost, ég hef heyrt þetta. Ég hef búinn að punkta niður hérna, besti hjólabrettagæi. Já. 7 búnir að falla. 20 leikmenn eftir. 2 hringir komnir og Gaga Gugu er að koma sér inn í storminn. Þegar inn í hringinn fyrir ekki, burtu frá storminum. Hvort fíl ég betur þetta sverð eða hitt? Ég hef bara aldrei verið með þetta sverð. Ég kýs að láta þau bara bæða í þessu. Tekur harkalega á væjan. Rosalega í bandagina. Skýtur hann alveg niður, hittir hann ágætlega. Sjáðu hvað Gaga Gugu er svona yfirlega. Herru, hvað? Vist, hann er bara svona að dunda sér, fyrir mér. Bara svona, já, ég ætla að brjóta niður þetta og svo hann detti niður. Við þurfum að fá eitthvað info hann til að tala eftir viku. Ég held að hann sé með svona, bara svona regnhljóð í bakgrunninum. Ætli þetta sé einhver sem við þekkjum. Þetta er Lester. Já. Við vorum að fá að heyra þetta. Lester er alveg OG, eða ekki? Lester var náttúrulega í Alko-deildinni frekar ofalega. Fjórðasæti? Já. Var það ekki eitthvað Relax Lester og Edit-like Lester og allt? Já, hann er bara, þú sér bara hvað hann er sverð kaldið. En ég skil ekki, okkur er leikmenn að breyta svona nafn, þá veit maður ekkert hver þeir eru. Það er komin í minn heim, það gerir okkur lífið erfið. Þeim finnst það gaman. Ég held það líka. Það verður bara eitthvað, Ég væri búinn að breyta, ef Aron væri að segja nafnum mitt hérna alla mánudaga, ég væri búinn að breyta það. Á 7 sinni. Já. Hann er bara með 20 bild, en já, kasta niður sprætinu. Sjáum að þessi vassspræti eru margir sem halda þeim, sko. Já, ég er fan. Og hann er eiginlega bara í hringnum, burtu frá storminum. Þannig að reynda hann að klifra og var búinn að loka sig inni. Já. Getur þurft að klippa þetta. Já. Vandró. Jep. Akkurat, þannig að við fáum örugglega bara að sjá hérna replays núna bara í hérna eftir þennan leik líka, þannig að það verður spennandi. Og sjáum hann safna sér materiál í rólegheitum. Ennþá 20 leikmenn eftir. Muni eftir íspílunum í Fortnite sem var 100.000 HP. Já. Muni eftir þeim. Það var eitthvað góð bíl. Já, 100.000 HP, þetta er áræðanlega bíl. Ég fíla hérna skinnið sem hann er. Sjáum tvöhaldvall, uppslunni Jan með eina fellu. Hvernig ætla að loka parturinn verði hérna með Korki Denus? Kristóf allavega í dauðafæri. Já. Já, það er vissulega rétt. MMS. Hann er með mínís þarna hliðin á sér, vill ekki taka þá. Hann er að spara það. Fylla á tíma. Nei. Þetta var ekki flott hjá honum. Ennellega Frost. Fer bara inn í sónið. Já, finnur kannski kampfæri eitthvað, já. Tekur ekki kampfæri. Sem að, 20 eftir, segi bónusprísinn. Það er ekkert á besta stað í heimi. Nei. Það eru nokkri nálægt honum. Hann er Seppi Carpenter. Örugglega að blasta espresso á fulli. Kári Gunnarsson með sverðið sitt. Bara með gráa pumpu. Shotgun. Það er þægilegt örugglega að vera með sverðið bara meðan þú ert að lúta. Já, þú hleypur líka svo hratt og eitthvað. Þetta er sverðið sem ég fíla, sko. Hitt er eitthvað gamalt sverð sem var í leiknum í gamla daga. Sjáum að eftir tæplega 55 sekúndur klárast 3. hringurinn og 4. hringurinn byrjar. Þá fer þetta svolítið að þrengjast. Getum séð það að hann er alveg með eitthvað 140 builds. Víkingur Kisa félag sig í runna. Sé 2 Dölf. Að hoppa þarna fram og tilbaka. Spurning hvort að Kissan muni skjóta. Nei. Hann er að fara í áttina frá storminum af því hann er að fara að sækja sér Sprite til þess að hýla sýnist mér. En hann sér það ekki. Jú, hann sér það. Það hýlaði ekki. Það var blár til hægri. Já, hann er blár til hægri.
Hann virðist ekkert vilja hann. Ef hann tekur hvítast spræti og setur það í spræni, þá hleypur hann hraðar. Sé tvöfald af Dölf á móti Dawn. Nei. 8 skjöldur eftir. Fljótur að komast aftur upp. Með sprætinu. Ætti nú borða eitt fisk. Ég ætla nú út annan spræt. Tekur Big Bottinn. Bigginn frekar. Já. Sjáum að hann er 100-100 með eina fellu. Herðu, Dawn skýtur að sé tvöfalt af Dölf sem að misti sprætinu sinni óvart. Kastar hinn niður. Hann er einhverjum vandræðum með að halda á Hann virðist þessu. ekkert geta að tekja þessa 9. Hvernig tekur maður þessa 9? Það verður ekki einlega bara að skipta máli hverju verð. Þetta hefur verið eitthvað glits. Var það ekki 10? 9 svona ræfkallar er alveg... Rafik, Pickle, IGL að taka Kristó. Hann er líka bara með kraflega að bara breytti svo bara milli leikja. Já, nota Ég sá grímuna. svona eitt með 9 á þann. Ég sá þetta með 10 á hann. Stefan Baha tekur út Sebba Carpenter. Hann er ekki lengur að syngja Espresso. Tekur Annette Frost, Rafik, Pickle. Er að taka Annette Frost sem að teleport sig í burtu. Lekur hann niður fjallið. Já, þetta er ekki gott position sem að Frost er í. Pickle, að koma Frost í Pickle. Er að spara grímun alltaf að teleporta sig. Notar hann þarna mjög vitulega. Með 77 builds. Veit ekki alveg hvað hann er. Leitar að honum. Sér þarna. Hann er með fjólubláa holotwister. Já. Skiptum yfir á Gagagugu með eina fellu. Er hann að fara að fá sér fleiri fellur? Eins og hann endaði með 4 að 5 fellur í síðasta leik. Sína er bara farin á stað. Já. Einhvers græn shotgun hjá honum. Og byggir svona ágætlega í kringu sig. Er að koma sér vel fyrir. Jensína með 67 byggingarefni. Ákveður að fara bara. Gæti third partyað. Verður að koma í ljós. Sjáum svo þetta fína drónaskot. Bardaði hérna hjá Gagagugu og Dölf. Já. Dölf er að góða inn á Gagagugu. Já. Gæti tekið eina fellu. Gagagugu ætlar að fara að hýla sig smá og það tekst hjá honum. Þeir eru báðir með sikkur á felluna. Hann er 18 eftir núna. Það er verið að third party að þá. Þetta er þreytt fyrir Dölf að taka þennan third party skoti. Hann þarf að byggja meiri kringu sig. Þetta er ekki ákvörðsynlega staða. Third partyin getur brotið niður buildið þeirra og tekið 2 fellur. Sem hann getur að gera. Nei, þess að hann takið 2 fellur. Nei, Gagagugu náði Dölf. Og dettur svo niður, já, munaði við því svo. Vissir hann smá. Snöggur að fá tilbaka. Finnst þér að þægilega. Hann er með 2 AR, hann er með verri AR-inn. Já, sjálfsögur sleppur hann honum. Herru, hann er með 10 núna. Já, hvað? Þetta er eitthvað glitch, sko. Lítur að vera. Gaslís okkur. Þetta er eitthvað skriðið. Ég held að ég viti hvað þetta sé. Ég get sagt ykkur eftir smá. Ég held að þetta sé þannig að hann er með 3 gæða. Hann getur kasta hvorum gæða niður 3 svar. Þess vegna stendur 10. Fattu þið? Já, ég held að það sé glitch í því, sko. 3 gæja? Já, þú getur haldið á 3 svona gæðum og kasta hverjum gæða niður 3 svar, skilur. Það er svona bara 9. Já, þetta er eitthvað. Herru, þeir eru komnir á eyjuna. Pickle er að fara á eyjuna, reyna að sækja þessa medalíu. 16 leikmenn eftir. Og ég hef einu sinni barist við þennan og ég verð ruggling og ég dó. Hann er mjög erfiður, þetta er erfiðast NPC-in. Hann er þreyttur, sko. Hann er bara OP, sko. Maður þarf að eyða alveg slatta af materiál, svo. Hann er dýr. Já, hann er dýr. Það er málið, sko. Ég var að Er það þessi virðið til að vera ósynlegur? Ég var eiginlega að reyna að taka hann á þess að vera svona verja mig nóg, sko. Já. Finnst þér að vera þessi virðið til að vera ósynlegur í smá? Ég veit það ekki, sko. Síðan kemur einhver á sama tíma og þetta er ruggling.
Hann bara einn þarna, nei býttu það eitthvað annar á eiginni. Við sjáum það á kortinu. Þú veist eins og þetta, veistu bara 100 skjöld þarna. Já. Þú séð maður ekki hvað hann náði líf. Þarna? Hann metalinu, hann ósýnilegur. Rafik Pickle ósýnilegur. Ertu ósýnilegur eða? Ef þú hleypur. Já, ef þú hleypur, já. Já, það sést í þig. Nei? Svona smá outline. Jú. Það? Það alltaf hægt að sjá. Sigmar Ég með held að það sé 0 bara aðalega hljóðin sem þú átt að gera sko. Nei, ég held að sjá alltaf smá, sko. Það er málið. Þá var þetta ekki vörð, held ég. Sjáu þetta, Sigmar sleppti að hafa Kannski er ég að byrja. medkit og með 2 slörp í stæðin. Hann ætlar að reyna að fella hann. Taka medalinn á hann. Sigmar segir, ég tók þessi medalli í síðasta leik. Ég taka hann aftur í þessum leik. Texti á Sigmar. Það er spurning. Hann er alltaf ósynlegur þannig að Sigmar sér ekki hvað hann er. Við getum séð það núna hvort það sé alveg ósynlegur. Hann er farin af veginu og Sigmar veit það ekki. Sigmar er að leita og leita. Það við skiptum hérna yfir í sjáum kortið. Þetta er svona skemmtilegur lokar hringur hérna. Já, 16 leikmenn eftir. Það er gaman þegar það enda svona inn í miðjum bæ. Já. POI sko. Þetta er skemmtilegt, hérna, svona rails. Það er skemmtilegt, þau voru Kjúli þægilegur að þig. King Kjúli, sko. Sér hann að Viking. Kristó með 2 fellur, geti verið að fara third party hérna Gaga Gugu. Playboy Nökkvi á hliðalínunni. 16 eftir. Já, þetta á... Legendary AR. Já, þetta er góður holotwisper, sko. Hann á 12 eftir í grímunu sinni til að teleporta sig. Tekur sprætinn, síðarsprætinn, eldir hann bara eins og enginn sem morgundarinn, boxar hann inni. Býður með að kasta hann niður. Eyði frekar. Sér sjáu þið, hann er bara með 1 sprætt en það stendur 3, fattið þið. Já, það er alltaf þannig. Svo kastar hann niður einu sinni, þá stendur 2. Já, akkurat. Sjáum hérna 6 af 12 hjá hringnum komnir. Jensína var að taka út Viking. Kristó gæti tekið Gaga Gugu. Jensína tekur út, já eins og ég segi, Viking kissa. 15 leikmenn eftir. Þarna fellur Dawn fyrir Pickle. Hann er að bíða eftir að kasta sprætinu niður. Jú, býtu. Það er bara rétt. Hvað? Pickle er beitt og farið 3 á. Já, hann skipti. Tók full hlaðinn. Já. Kristó er að taka þetta út Pickle, eða hvað? Pickle er með sko mjög low. 14 leikmenn eftir, helmingurinn á lobbínu búinn að þurrka sig út. Pickle tekst ekki að flýja frá Kristó. Nær í þessu 2 stig. 3 fellur hjá Kristó. Og Sigmar ætlar að ná í lútið hans en vissulega að fara að finna fyrir því. Hvað er hann að gera? Teleporta? Já. Já, nú er spurning hvað gera hann. Já, hann næri... Nei, kastar hann sem á með 2. Þannig að ég skil ekki hvernig fólk getur verið með 9. Það er bara heldur á 3 sem er ekki búinn að kasta niður, skilur við. Ef þú finnur 3 ferskar, skilur við, sem er aldrei búinn að kasta niður. Nei, það er ekki hægt að starta. Hann var að reyna það á. Já. Kastar hann að medkitinu fallega inn í sjónu. Já, þetta var svolítið vel spilað. En er þetta nógu vel spilað til þess að lifa af Sigmar, sko? Er þetta ekki Sigmar að... Já, Sigmar að... Þetta er Gaga Gugu sem er líka komin inn í hann, sko. Það er third party, sko. Þetta Sigmar verið breyttur hann á narstar hann í lappirnar. 12 eftir, strákar. Það fer að styttast í þetta. Nú er Kristóður svolítið miklu vesinni, sko. Hann er svolítið á milli þeirra, hann var smá samloka. Nei, samt einhvern veginn að spila það þannig að hann sleppi. Gengur vel að hýla. Með gull holotwister eins og þú segir. Tekur upp sprætinn. Hann er í smá cooldown sprætinn, ég held að sé 10 sekundur eða eitthvað svoleiðis. Nú ætti hann bara að fara að kasta kúlinu og koma sér held ég, sko, eða hvað? Já, ég held að. Hann nær því, sko. Nei! Gaga Gugu, bara í boxinu hans næst í, sko.
Já, þarna fekk Lester, Gaga að finna fyrir. Hann er með Hann er með 8. Hann er með 1 big Ég bot. skil ekki neitt, sko. Ég var útskýrður fyrir ykkur, sko. Það er ekki hann. Ok. Hann reyndi á þann. Það er ok, skiptum. iCristo, 150 líf. Gaga Gugu, 200 líf. Fallegt drónaskot. Hvað, Kári alveg að falla fyrir Sigmari? Eða hvað er með mörg líf? Við sjáum það ekki. Jó. 12 eftir. Kári með enga föllu eins og er. 700 hringur að klárast, 800 hringur að byrja eftir 10 sekundur. Kári boxar sig inni, notar sverðið til að hlaupa hraðar. Veit ekki af Sigmari þarna. Sigmar veit hvað að finna fyrir þið. Þeir eru samt heppni með hring. Mjög. Tildulega nált þeim. Og Kári bara með 160 líf eftir. Samt hátt í 90 bild. Gaga Gugu fellur af iCristo. Já. Greinilega pressan sem að Gaga Gugu var að setja á iCristo og ekki að skila sér. Þriðja eða fjórða fellan hjá iCristo. Fjölskyldi Bjarki hann að komin vel fyrir. Erum við að fara að sjá iCristo þetta í fyrsta seti eða? Við erum að tala það eru bara kringum 10 leikmenn eftir. Já, 11 leikmenn. Stephen Baha með 2 fellur. Gæti skila sér eitthvað á toppinn. Gæti komið sér í top 10, sko. Já, eins og þú segir, þú þarft bara 5 stig til að komið sér í top 10, sko. Já, 10-11 leikmenn eftir. Hringurinn er farin að þrengjast, menn er að kasta grímu teleportinu hægri vinstri. Þetta er flott Star Wars skin, sko. Sjáum við grímuna fljúa yfir kortinn. Bjarki Panda er bara búinn að byggja turn þarna. Bjarki Panda er komið með high ground. Sjáum hann með 4 fellur, iCristo. Gæti auðvitað verið í topp 3, topp 5. Já, hann heldur áfram að spila eins og hann er búinn að vera að spila á rigg hérna. Í bóði Ekko og Kia. Með við það að Dennis og Chris og þá lítur þetta vel út fyrir iCristo. Bjarki Bánsi Panda með high groundinn, sko. Kári Gunnarsson hann að búinn að draga ansi mikla athygli til sín og fellur. Já, 5 fellur. Við erum alltaf 10 stig hjá iCristo. Að minnstakosti. 2 stig á fellur. Ég er að velta fyrir sig hvort hann eigi að vera að reyna að ná í þetta. Hann ætlar að gera það. Þetta er smá mat. Þetta er slatta mat sem hann Visti samt alveg 40 líf í staðinn. Var það þess virði. Og er í sóninu núna í vesinni. Já. Hann kemur svo þarna inn á kantinum. Hérna Jensínu. Já, 10 leikmenn eftir. Sko, Bjarki Panda ætla bara mögulega í high ground. Nei, hérna bara Skybase. Já, Skybase. Ég verð að spyrja ykkur strákar, er þetta þeir topp 10 sem þið bjuggust við að myndi vera? Sko, er Bjarki með eitthvað til þess að, já, hann er með sverðið, þannig að hann missir ekki í fall damage. Vel spila hjá hann að vera svona hátt uppi. Ást bara 70 builds eftir, sko. Hann ætla bara að koma sér inn í zone svona. Já, mjög lúmst. Enginn að skjóta upp. Þú veist ekki bara að vita af þessu. Nei. Þetta er eins og þegar Þjarku var uppi með blöðruna, sko, gleym því aldrei. Nú er spurning hvort hann eigi að vera að láta heyr í sér. Nei. Nei, bara... hann er ekki með neina fellu, þannig að... Ekki nema Gabbi ætla bara að vera... Hann gæti fengið placement stig, sko. Það er þetta rétt. Gæti enda í topp 5, hann heldur svona áfram að læða svona uppi. Þeir eru bara að hugsa low groundi, sko. Hinn leikmennir... Núna mætti hann sem dörgla að fara bara að spreyja. Já. Þarna er allir í klassu. Það má skotið niður. Nota sverðið. Virkar til þess að fá ekki fall damage, já. Er samt fyrstur að ná aftur high ground. Gabbi Hills feldur af iCristo. 9 spilarar eftir. Þeir fara að falla eins og gorkulur út núna, spilarinnir. Sigmar feldur. iCristo með aðra fellu. 7. fellan. Hann er að sópa þarna niðri. Hvað, hérna 12 stig þá? Hann er 7. Hann búið að fella Bjarka. Er hann komið 7 fellur? Já. Hann hoppar niður Bjarki. Sjáum hérna iCristo með 7 fellur. Á bara 30 byggingarefni, 7 leikmenn eftir. Hver verður í topp 5? Hver sigrar leik 2? Leik 2. iCristo komið með high groundi bara. Þegar þessi leikur er búinn þá á móti svona 1/3 búinn að því. Virðist vera að spara þarna 7 kattalinn sína. Þetta eru góð spræt. Þeir að kasta þeim niður á hverju. Hver er næstur til þess að falla? Sjáum. Já, tekur Emil og hittir hann vel. iCristo.
Kristó í þægileg stuðu. Stefán Bahar tekur Frost, Jensína tekur Nökkva, 5 leikmenn eftir. Stiplan yfir, eða hvað? Hann á bara 10 builds eftir. Jensína. Falcon Emil. Kristó tekur Falcon Emil með 8 ferlur, 16 stig. Kristó, hann er að sópa hann að neðast. 4 leikmenn eftir, Jensína, Kristó. Æ. Bjarki Panda hann að lauma sér inn í storminum, tekur aftur hægrandið af Kristó. Kristó er að taka mikinn skað í storminum. Mikinn skað í storminum. Aldrei búið hjá Kristó. 4 leikmenn eftir. Búið með Mattsinn. Kristó þarf að nota grínuna. Höfri eitthvað fram núna. Kremur. Hvað er að gerast? Jensína á móti. Jensína tekur hann að 3 og vinnur leikinn. Vá. Sáu þið þetta? 6 stig og pluss öll placement stig. Er Jensína að fara að komast á toppinn í rigg hérna? Victor Royal, Lukalok, Victor Royal. Jensína bara sópa stigunum hann. Strákar, þetta var... Blinkað að fekk 3 ferlur. Þetta var rosalegt, sko. Kristó með 8 samt hann, sko. Já, þetta var skemmtilegu leikur. Þetta var leikur 2. Áhugavert líka Denas og Kristó bara feldir hann að, einn af þeim fyrstu bara. Já, það var mjög skrítið að sjá þá falla svona snemma, sko. En við erum hérna að fara að greina leikinn örlítið og skoða hérna mögulega endursýningar, það getur vel verið. Já, ætlum við að fáum endursýningar núna? Það er góð spurning. Væri gaman að sjá hvernig Denas... Hvað hefur gerst? Já. Hvað gerðist? Þú varst alltaf inn að segja bara hann er feldur, ég var ekki með gleraugun á mér, sá það ekki. Já, það er stór spurning. Það er spurning sem við erum að spyrja. Já, en eins og ég segi, við ætlum bara vipp okkur í auglýsingar og svo strax eftir það förum við í replays og ræðum leikinn. Þannig að ekki fara langt. Ok. Wait, is he switching lanes? Við erum mætt aftur eftir auglýsingar. Þetta var ekki langar auglýsingar. Nei, en skemmtilega er einhverja síður. Og við ætlum að fara ennþá betur í seinni leikinn í dag. Já, seinni leikinn og eins og... Annar leikur af 4. Já, og svo endar þetta bara á Sónvars í Laugardalshöllinni og við verðum hérna aftur með ykkur eftir viku á slæginu 7. Já. Á slæginu 7. Og mér heyrist stigataflan vera tilbúin. Mér heyrist að stigataflan sé alveg að vera tilbúin. Hún er alveg að vera tilbúin? Alveg að vera tilbúin, þannig að við ætlum að fá að sjá hana eftir smá. Ég er mjög forvitin að sjá hvernig hún lítur út. Ætla Jensína sé búin að grafa sig eitthvað upp með að við endan sem að... Gæti verið í öðru að 3. seti, Kristó ennþá í 1. seti. Já, ok, hlýtur að vera Kristó í 1. því að hann náði hvað var með 8 fellur, topp 3-4. Já, Kristó. Já. Hann er við erum að sjá að þetta eru svipaði leikmenn og í elskodeildinni. Já. Alltaf að lenda í topp 10 sem að segja okkur að þetta eru bara með betri Fortnite-spilurum á Íslandi. Já, þeir eru sannlega búin að sína sig það að þeir eiga heima þarna. Og spurning hvort þeir sé að fara eitthvað, spila í World Cup eitthvað erlendis eða hita sig upp fyrir það, spila erlendum mótum, maður veit það ekki. Ég myndi hvetja á til þess. Það væri gaman að sjá til dæmis eins og sjáum Denas og þessara strákar sem eru efst uppi, hvernig þeim gengur út í heimi. Þú náttúrulega hefur sjálfur reynsla því að vera í World Cup eða ekki, að keppa erlendis. Hvað var mikill peningur sem þú vannst? Nokkri dollarar? Þetta voru einhverju 150.000 íslenskar. 150.000 íslenskar? Sem að þú varst að keppa og vannst bara frá Fortnite. Stóð þá bara Epic Games, laðið inn á 150 skall. Það voru einhver 3-4 skipti, vann einhver $300, $1,000 og eitthvað svona. Já, þú þurfti bara að fara í gang með eitthvað ferli og þetta var bara lagt inn á. Er þetta ekki það sem var kallað svona arena í Fortnite, þess að þú þurftir að keppa og þá mistur stig
og svo fékkst það kostaði 2 stig að taka þátt og eitthvað svoleiðis. Jú, það var öðruvísi system þá en er núna, en við Stigakarfan er bara í komin. þessa stigatöflu sem að er, wow, Denos er í 9. Hann er tæpur að komast ef hann heldur svona áfram. 64 stig hjá iCrystal, 12 fellur. Hann er með 2-falt fleiri fellur heldur en Jensína sem er rétturinn í Jensína samt sko, við erum að tala um það þessi stig sem hún fekk hann í endan af því að það er 25 stig fyrir fyrsta seti. Já. Þessi 3 fellur eru 6 stig. Hvernig kom þessi fellur? Var það því að þau fellu í storminu? Hann tók út síðustu 2 og síðasti fjall svo í storminum. Já. Hann gerði damage við hann. Búinn að gera skada á hann. Það er mikilvægt að gera skada. Sjáum að Stefan Baha, 5 fellur, 38 stig. Sigmar, Kristómi setu, fjölskyldu Bjarkibangsi, Solo, Gabbi 1, Falcon Emil eða Elkolit Emil eins og við þekkjum hann. Denas 13 í 9. seti, Rafik Pickle. Það er bara, við skrítið að sjá Denas hann í 9. sko. Já. Var hann ekki vanur þessu? Nei, en við erum samt að sjá það að 10. seti með 10 stig. Það er ein umferð eftir sem er næsta miðvikudag á sama tíma, klukkan 7. 2 leikir. Já. Og við verðum að sjálfsögðu með ykkur þá. Ef þú ert að koma inn núna, þú ert allan daginn séns að ná 10, sko, ef þú spila vel. Algjörlega. Og átt á möguleika að tryggja að vera á sviðinu í Laugardalshöll 25. janúar á laugardaginn. Það er klukkan 1. Geggja, sko. Þetta er búið að vera bara ævintýralegt og og við fáum svo að vita bara fljótlega þegar replayin eru klára, við getum sýnt ykkur þau. Og þá ætlum við svona aðeins að sjá hvernig leikur 2 var að spilast. Já. Var eitthvað öðruvísi í leik 2 sem þið sáðu heldur en í fyrsta leiknum, strákar? Fór kannski hægar Það voru aðeins fleiri búið að fella, eða ekki? Í byrjun. Fór hraðar á stað. Já, fór hraðar á stað. Já. En það við mistur alltaf bara stór úr leiknum strax, sko. Já. En það var voða svipa. Við sáum hann að Gugu Gaga vera að bara halda 2-takkanum niðri og það var voða svipaði leikir þannig séð, annars. Ég ætla bara að kalla hann Lester. Já. Aimleg Lester og eitthvað Lester meira alltaf að breyta nafninu. En ég sjá hérna, þetta er Elko-deildin. 20. janúar, klukkan 19. Nei, þetta er hérna, þetta er blandað, þetta er bæði Elko-deildin og Rigg. Já. Mánudagarnir eru náttúrulega Elko-deildin, klukkan 7. Það sjálfsögðu. Riggið er komið á miðvikudag, núna. Og laugardaginn. Já. Ég verð með ykkur hérna og síðan 20. janúar. Síðan er spurning hérna, já, þetta er allt mánudagur. Já, þetta er allt, þessi hérna mánudagurinn 20. janúar er Elko-deildin, miðvikudagurinn 22. er Rigg, laugardagurinn 25. er sjálfsögðu Laugardalshöll klukkan 1. Já. Og svo restin hérna 10. til 10. febrúar til 3. mars, það er Elko-deildin. Mánudaginn 17. febrúar, þá erum við að fara að sjá hvar ég stend í Elko-deildinni. Það voru 4 umferðir komnar. Já, þú ert eftir að vera í topp 3. Er ég að fara í tattoo? Er Aron að fara í tattoo? Það er spurning. En þarna sjáum við Lester. Við erum komið í replayin. Gera mjög vel. Já. Mér fannst áberandi hvað Lester var bara yfirvegaður. Það var eins og hann væri bara... Já, þetta er annar leikurinn, eða ekki? Frekar en fyrsti. Þetta er annar leikurinn. Já, það ekki. Já, þetta er líklegast fyrsti leikurinn sem við vorum að horfa á. Já. Ok. Sjáum hérna Lester. Ég held að Lester hef... Hvað segir? Já. Sko, Lester var áberandi í þessum 2 leikjum að hann var svolítið að sækja bara. Hann var með hátt í 5 fellur í hérna þessum fyrsta leik, sko. Hann er að sækja mjög vel. Er hann í topp 10, sjálfsögðu. Og, já. Á móti C2 alltaf. Dölf tekur hann út. Kom með 2 fellur þá. Síðan sjáum við... Sjáum hérna... Wajajan. 20... Wajajan. Það er fyndið nafn. Já. Ná, af hverju. 23 tekur hann út Jóhann. Mjög auðveldlega með þessar SNG. Jóhann, JJ var ekki alveg að finna sig þarna. Hann var kannski ekki búinn að hitta nógu vel upp. Skýtur hann á Omni maskinu á hann og fellir samstundis. Steini hérna hlaup á staðnum. Herru iCrystal kom með eina fellu þegar við fylgjumst með hann þarna.
Svo sjáum við hérna Ghost Gills, DHT. Besta brettaran. Já, Jólabretta. með 8 minishields. Fær mikið skaðarna og Þetta var Lester óþægilegt. tekur hann, eða Gagagugu eins og hann kallar sig. Sjáum við Nike Kristó með 2 fellur, kasta niður þessum sprætum og að fara hann í Pickle EGL og næra hitt hann svolítið vel og sjáum bara spreyja hann bara niður sko. Í raun og veru sko. Fer svolítið nálægt honum með grímunni, það verður third party eður. Pickle nær þarna, nær. Tekur hann í loftinu sko. Sjáum hérna Ægrist og taka Pickle í loftinu. Þetta voru endursýningarnar úr. Það ekki fleiri bili. Nei, sýnst þetta hafa verið svona blanda fyrstu og öðrum leiknum og Já. fínustu endursýningar. Já. Síðan bara var, eins og segi, það voru mjög svipaði leikir. Já, Fyrir utan það náttúrulega Denas fjallarna strax í seinni leiknum sko. já, hann í hvað 9. seti núna? 9. Hann þarf að eins og hann gerir sér brók og haldi áfram. Greinilega ekki það sama að vera að keppa í Elko-deildinu og vera að keppa í Rigg sko. Það var eitthvað þarna sem að fór úrskeiðis. Við Já. þurfum kannski ná bara viðtala á hann næsta miðvikudag og sjá hvað. Hvernig væri fór- það? Aron, hljóma það ekki vel? Ég til. Taka Denas bara í smá sund Takk hann í smá spjall. Þetta fallið á spyrjuðan aðeins á lögudaginn. Já, Já. upp á sviðinu. Ef Ef hann kemst upp á svið sko. Það nefnilega málið. En við verðum 25. janúar í úrslitum 10 spilarar komast áfram og vitið í hverju þeir eru að keppa. Já, það Zone Wars. Sims 4. Það er Zone Wars og velunaféð samtals 100.000 krónur. Fyrsta sæti 65.000 krónur, annars sæti 25.000 krónur og þriðja sæti 15.000 krónur. Já, þetta eru bara ágætis verðlaun. Já, bara mjög fínt sko. Hvað myndir þú kaupa fyrir 65 skall? Fyrir 65 skall? Tesla Model Y. Fyrir 65 skall? Taka lán fyrir restinu. Þú veist ekki batteri sko. Ég myndi kaupa ný glerugu. Já. Já. Ok. Ég myndi fjárfyrst í Bitcoin. Já. Já, ég held að það sé ekkert meira í bili í kvöld. Nei, þetta bara búið að vera mjög gaman að vera hérna á skjánum með ykkur kæra áhörundur. Eitthvað sem þú vilt bæta við þetta lokum, Aron Fannar? Bara sjáumst á mánudaginn, miðvikudaginn og mánudaginn. Já, Aron náttúrulega líka í Elko-deildinni næsta mánudag. Heldur betur. Hann að lýsa þar, ég að keppa. Ég að lýsa það líka næsta mánudag. Nú? Já. En þú fær kannski að lýsa mér? Já. Ok. Ef þú kemst inn í leikinn. Já. Eða þetta eitthvað spón. Já. Ég ætla að reyna að standa með aðeins betur, en annars sjáustu bara næsta miðvikudag við allana. Eftir viku. Já. Hér í Rigg. Þá verðum við í sófanum og mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, kæru áhorfundur. Við sjáumst aftur eftir viku á slaginu 7. Hafið það gott.